4 og það 4. maí eða eins og Star Wars aðdáendur kalla May the 4th be with you. Wow. Það var vel gert. Já, að beita mótið mér sitja 2 hundar. Annar heitir Steindi Junior og hinn heitir Egill Þór Einarsson. Býtu, í fyrsta lagi, ætlar að kalla okkur hunda í dag. Ég er alltaf með eitthvað nýtt. Og Egill Þór Einarsson. Við Þór hana. Mér finnst aðstæðan að þú sett ekki með millina. Þetta Egill Þór þetta fallegt af, sko. Já, en ég ætla bara að gefa þér Egill Þór. Þú komst einu sem Thor í búningapartíum. Góða punktur. Okkur ekki bara Þór. Það hafa sem ég sé. Og Chris Hemsworth. Já, rosalega margir sem rugluðust. Við erum basically eins. Sko, eina góða núna, Ragnarok Thor og sá sem í Avengers Thor, hann með eins hár og þú núna. Hann búinn að klippa sig. Hann líkist þér. Með hverju myndin þá líkist þér. Þannig þú hefur ekki þurft að koma með þessa ógeðslegu hárkollu sem varst með. Hann er líka vöðvað mikill eins og vöðvík. Hann er aðeins vöðvað meiri. Rólegur. Veist að, sko, stóra tjaldið bætur á 10 kíló, hann væri inni núna og maður hugsa, er hann svona petit? Það er eitthvað sem ég reyna alltaf að segja sjálfur með hann. Það er bara ekki að þess vegna verður að vera sko skafinn beini og það fara á tjaldið því að 10 kíló þingri. Því miður. En byrju, ertu að segja, heldur þau svona öllu kannið slepptu þessi í svipuðu formi? Hann stærri en þú, vöðvameiri. Nei. Jú. Nei, hann er ekki vöðvameiri. Ég held að Egill sé Þú ert flottur. með alveg fína vöðva, Egill. Það er enginn að taka það að þér. Og kannski bara senda honum á Twitter. Chris Hvað er Hemsworth þungur núna og hvað hann tekur í bekk. Vöðva meiri en þú. Nei. Egill, ekki líka við þrumuguðin. Þetta er ekki svona heimskur. Ekki líka við þrumuguðin. Líktu við eitthvað annan, ekki þrumuguðin. Ég ætla að rannsaka þetta. Hvað ertu með sterkan í þessari björndóðstafna? Þú ert ekki vöðva meiri heldur en Chris Hemsworth, það er bara hann. Ég er rétt á þeirri skoðun. Ég er ekki vöðvameiri en The Rock. En ég er vöðvameiri en Chris Hemsworth. Það er engin maður í heiminum vöðvameiri en The Rock. Hér er nú eitt sem er með, enga vöðva. Steindi, hvernig ertu? Þú funkar eftir veðri og það er búið ógeðslegt. Mál er ég með eitt stóran vöðva sem er geggjað. Það er miklu betra. Þú ert með eitt stór vöðvi? Já, ég hef aldrei verið betri. En okkur segir það þegar þú funkar eftir veðri og það er búið að vera ógeðslegt. Mál er það að ég held mig inn í svona veðri. Þannig ég er geggjaður. Þannig þú ert ekki búin að finna fyrir þessari snjókomu? Alls ekki. Ég veist ekki eins og er snjókom úti. Ég vissi það ekki. Hversu þreytt? Grínast. Maður er að reyna að fara að komast í golf og eitthvað. Komast í golf? Sko að búið að tísa maður núna í mörg ár að segja good shit concept á leiðinu sem heitir global warming. Já, finnst þið það good shit? Og ég er búin að vera bara yes, that sounds good. Og hvað gerist? Það snjóvar, það snjóbylur og það er sumar. Það er líka búið að vera sko, Gæði þess að það var global warming er full of shit. Hvað Ég er ekki að vera leiðilegur sko. Herðu, Donald Trump, slakað á. Hvort er þetta hérna, segir maður hretið að freyða, hvað er þetta, svona hretið ekki? Hvað það snjóstormur, piece of shit, segir þetta Það er snjóstormur. með greindástölu undir 70 sko, hvað er við veitum það? Þetta hefur gest áður, þá kemur þetta bara í svona 40 mínútur allt inn í mæ og maður bara byrja, hvað er þetta, snjó í mæ? Þetta er búið að vera í 3 daga núna. Já, og þetta verður út vikuna. Er það málið? Já, þetta fer inn í næstu, það verður rigning og allt, það verður allt í rugli. Í brasta maður. En annars viljum ekki láta það á okkur fá elsku hlustendur, hvað? Chris Hemsworth er 100 kíló. Já, mástu hvað draumur þinn var? Hann er 100 kíló þyngri skafinn. Nei, Já, hann er þyngri miklu vöðvameiri en þú, ég er að reyna að segja þér. Hann er á dælunni, það er 100%. Auðvitað er hann á dælunni. 100%. Okkur er á dælunni. Hann er á dælunni. Þessi maður er á 100 kíló dælunni. skafinn fyrir þetta hlutverk. Já, og ekki bara dælunni, hann er í fíknefnum líka. Það er 100%. Við erum með Fanta þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Já, við ætlum að fara í kortmunduru frekar, við erum með munduru fyrir kast, það er spurningakefni Gilsarans og ég veit hann er ekki að hlusta því að þeir eru á einhverju ferðalagi. Spurningakefni Gilsarans verður, skrautleg að þessu sinni eða ekki, Egill, því að við fáum gesta. Já, sem sagt, við erum að fara að fá stegg til okkar. Já. Vanalega er það þreytt útvarp að fá 20 fyllibutur í stúdíu og allir öskandi. En Þessi steggur er edrú. Já, þetta er Þorkell Máni Pétursson. Já, á X-inu, og kannast kannski flesti við hann úr Harmageddon, það er verið að stekkja hann og hann er á leiðin til okkar, hann veit ekki af því. Átti bara að koma í spjall, en af hverju ekki láta hann gera eitthvað? Já, hann náttúrulega veit ekki eins og hann kom í spjall, sko. Nei, Þannig hvað er konceptið á keppninni? Konceptið er King of Marriage. King of Marriage. Þannig að þið farið allir þrír í hana og konceptið er hver er tilbúinn til þess að gifta sig right now. Þannig að það kemur ljós eftir þess að Vonandi vinnur hann það, því hann er að gifta sig það næstu var vandræðilegt ef annarkur eitthvað myndi pakka honum saman. Það væri bara fáralegt. Svo sendi ég líka hraðaspurningar á Þorkell Mána og þær eru í grófari kantinum. Já, það er gott. Þannig að hafður En stemming. hvernig ertu steggjaður út blá edrú? Já, góð spurning. Já, ég meina, Mjög weird. Ég er búin að hugsa þetta svolítið. Það er hrikalegt, það er verið að stekja þig. Þá viltu helst vera, þú getur Þið megi ekki vera svona mikla fyllibitur. Það er ekkit ömulegt og drekkir ekki að vera að stekja þér. Nei, en þú vilt ekki endilega muna mjög skýrt eftir öllu sem gerist á þessum degi. Þú ert klæddur í eins og trúður og þinn syngi kringlunni. Já, meinar Ég sitt að muna bara ekki eftir því, sko. Já, en hvernig er það þegar það er verið að stekja eitthvað sem drekkur ekki? Við getum líka bara spurt hann eftir. Er allir fullir í kringum hann? Það verður allir moldaðir. En kannski er það hell í sig, maður veit það ekki, ég kemur ljós. Reyndar er Þorkell Máni svona, það eru margir vinir hans hættir.
Já, búið kastin hanglaðinu. Því líka fyllibitur sem menn voru. Já, bara höndluðu þetta ekki eins og við. Nei, þeir höndluðu ekki, þetta ekki fyrir alla. Svo erum við með hver líklegastur. Þar á sínum stað, þú ert með að ringja sín veikan stindi. Já, hvað ringja minn veikan þetta? Já, alltaf gaman að því. Langt síðan þetta hefur verið og ég hef rosalega gaman að því að ringja í random fyrirtæki út í bæ og vera algjör haugur. Ég ringja minn veikan. Ok, hvað fyrirtæki ringdur? Við ringdum í húsasmiðina í þetta. Varstu lagagómur eða? Ég var að vinna á ljósagangi, sjá perurnar og þetta var önnu vakti mín og ég hafði allt niður mig og ég veikur heima og það alltaf mjög skemmt. Hefur þú verið lagagómur það? Ákveður segir alltaf lagergómur. Eins og ég og Blöðpúp. Herru, ég hef verið að vinna. Ætti að segja Blöðpúp? Við höfum verið lagagómar. Ákveður ekki bara lagamenn? Kalla hann Blöðkúkin frekar, hann vill það frekar en Blöðpúp. En málega að ég hef verið að vinna nefnilega í alls konar skemmtilegum vinnum, strákar. Ég hef verið kerrustrákur í lagamæður sem ég öflugar. Þú aldrei unnið. Aldrei unnið, ég var að mála í 5 ár. Múra, ekki unnið á lager, þá hefur ekki unnið. Það er bara svolítið þannig. Þú er ekki náð í 20 billi skápa upp í efstu hillu í Kringlu. Nei, en ég farið með svona 120 kg spaslpoka með handafli. Það eru hvað stendur hérna í? Spurt og svarað? Já. Spurt og svarað. Settur það inn? Hörðu, það voru að dæla til spurningar. Þannig að ég ætla að lauma því en ég með 2. Er ekki orðið svolítið langt síðan að spurt og svarað var? Þið hafði ekki svarað hlustendum mjög lengi. Þannig að þú ert basically að segja spurningunum með beint að okkur en ekki þér? Nei, ein og Pú, ein og Stóni. Ok. Og þetta er spurt og svarað. Virkilega hressandi. En já, vonandi eru þið í stuði, kæru hlustendur, því að við drengir erum í stuði. Við fyrir ekki að láta þetta skýta veður hafa áhrif á okkur. Það föstudagur, 4. maí, er ekki allir nýbúin að fá útborgað? Fólk tek útborgað ekki. Jú, fyrir 1. maí eða ekki? 100%. Fólk er líti í bænum og... Já, fólk á kass og það er allir fólk er mökka, það glengir að hlusta. Hellið í ykkur. Þetta eru tveir að heitustu, tónlistamönnum landsins í dag, Jói P. og Króli. Litli frendi fórsetans. Í 8 tunglinu. Já, ég sagðist að það voru komin með hvað, 2 miljón streams eða eitthvað. Já, það vonaði ég sér réttjöður og vonandi fleiri. Pæli, hvernig er það strákar að fara í matabóti frendasins á Bessastæði? Já, ég hugsa að sé, venst það ekki eins og allt annað bara. Já, er það málið það? Já, hann er fórseti Íslands, hann er ekki leader of the free world. Mér ætla að heyra í Hann er líka mjög eðlilegur, sko. Ég ætla að beða að taka með. Það tapar sér ekkert í fræðinu, sko. Nei, ég hitt hann einmitt fyrir norðan á Tindastól Káir, hann var mjög bara þægilegur og nettur. Er ekki að tala um fórsetan, er þetta að tala um fórsetan? Já, sko, Egill alltaf spurði hann í beinni útsendingu hvort hann hefði farið í þveng, sko. Já, það var áður en það var. Áður en fórsetan? Það var þegar hann var running. Hann var running. Þegar hann var running, þá þetta svara á svona spurningu og trúðum. Ákveður sér alltaf running eins og sér Forrest Gump. Hvað er að gera? Hvað er þetta að gera? Hvað gerðist? Hvað er það að grínast? Hvað gerðist? Það var svo að koma í jarðskjálfti. Einnig hérna ég rakst í takkar og festi löppina hérna undir djöfull. Þetta var bara versta sem ég lendi. Ekki með vídeokameru. Ég bara svipar það er eins og að skýta í þig. Er þetta að grínast? Ó, það varstu hræddur maður. Þetta er svona stótt sem þú það er svona að takja stóninu til að láta sér síga niður. Já, en segðu, falli gati ekki orðið herra heldur en stóllin hann. Ég rakst í hann og klemdi löppin á millina. Stóllin var þetta var bara slís og við höldum áfram. Já, varum að tala um fórsetan þegar hann er running. Hann var running for president. Já, við vitum það. Og hann kom inn á, ég spurði, hefur þið farið í þveng? Var hann búin að fara í þveng? Nei, hann hafði aldrei hendið í þeng. Þú ætti búin að henda eitthvað þvengflippan í Hvítahúsinu. Já, það voru eitthvað þvengparti í Hvítahúsinu. Ég vil eftir vitlaust maður. Herðu, það var heima þar, sko. Ég ætla að shut you down núna. Það þarf að mála Bessastæði hvíta, það er bara svoleiðis. Við höfum að fara, þeir eru hvítir, vitleysingur. Við ætlum að fara í slúður hér í FM 95 Yes. Og í síðustu viku þá tilkynnti ykkur það að hljómsveitin ABBA væri að fara að koma með 2 ný lög eftir 35 ára hlé. Hættu þessu maður. En núna var Benny að segja viðtölu við BBC. Hver er anskotan með Benny? Aldrei heyrstu mann. Hann er náttúrulega aðal maðurinn í ABBA. Benny Hill. Afsakið, skýtti ekki í því maður. Herru, akkur eftir með ABBA á heilanum, ég næðis ekki. Af því þetta er eins stærsta hljómsveit bara allra tíma. Þetta er bara, já. Og allavega, Benny segir í viðtölu við BBC að hljómsveitin þurfa ekki að hugsa hvort þau hafa verið betri fyrir 35 árum. Kannski voru við það, en við getum ekki verið að hugsa það. Við ætlum að gera það því okkur langar til að gera það og það er engin pressa á okkur. Og hann segir bara ný lög eða ekki? Jú, 2 ný lög og hann segir að þau þurfa ekki að sanna neitt. Það var engin beinleins að panta þessu lög, sko. Jú, allir ABBA aðdándur.
Og Þetta er besta hljómsveit í heimi okkar. Nei, þetta var einn stærsta hljómsveit alltaf tíma. Já, Basement er með fleiri views á YouTube en ABBA. Já, en það voru þau 70 eitthvað. Þú búin að drölla vel ef Jónas félagi minnina repeatedly. Hann tekur ABBA pakkaði saman. Ég að skoða bara views countina. Hvað er ABBA með mörg? Já, ok, hvað heldur hann sé búin að selja marga plötur og þau marga plötur? Hvað margir söngleikir eftir hvað heitir hann, Basshunter? Þetta er gaur sem er það ómerkilegur, hann situr hérna einn á kringlukrann og ringir í þig af því hann hefur enga til að hanga það á Íslandi. Það er ríkar þetta, Býr í Dubai og Plötusala var dauð held ég þegar hann byrjaði ekki. Nei, og það er ekkert að þegar Jónas heyri í mig þennan á klaganum sko. Hvað segirðu? Ekkert að þegar Jónas heyri í mig þennan á klaganum sko. En veitu, ef hann er svona geggjaðar, okkur fórst ekki að hittir hann þá? Því ég var að fara annað þetta kvöld. Ok, varst að fara eitthvað það merkilegt að þú gasta ekki hitt besta tónlistarmann allra tíma þínum að því? Vöðvingi, hellum í ykkur, ég var að fara að gera eitthvað annað. En Egill, hann er ekki merkileg en það. Hvernig stendur á því? Hann hafði þurft að senda á þig Hi, it's Jónas. Hann þurft að kynna sig. Það er ekki nóg fyrir hann að segja Jónas. Hann rótir að rúmum, hann alveg celebrity, hann er ekki með sama númer eins og 2-3 vikur. Það er enginn að böggan, ekki eins sála. Ekki um að segja hann þreyttur á fyrrverandi. Að Basshunter heiti Jónas er svo mikið bara tries to be a gangsta but his real name is Clarence. Hann heiti Jónas. Hvað er þetta Jónas? Nei, bara hann kallar sig Basshunter, svo heitir hann bara Jónas. Svo þurft að líka segja hann væri Basshunter. This is Jónas, the Basshunter. Þú veist, ég er bass. Hann veit að hann margir ónáðaðingjan, hann kengti sig. Herru, ég var einu sinni Ég með elgamalt númer hjá hann. Ég var einu sinni current, ég er Basshunter sko. Ég heiti Jónas Hunter. Hann sagði mér hann er komin í stúdíu búið til new shit, þannig að þá fáið þið félagar risastóran sokk. Wow. Það kemur með new shit núna. Ekki vera að tilkynna þetta svona í beinni því að ég er okkur einhverju bílar að kera út hann. Bara er að koma ný lög frá Basshunter. Ekki nema 10 árum á seint. Það vonast ekki að hlusta. En ABBA, það er engin pressa þeim. Nei, besta hljómsveit í heimi er það var að gefa nýlu eða ekki pressa þeim. Hvað, þú heimskur það? Herru, reyndar er ABBA þetta með 300 miljón views og eitt lagi. Já, Dancing Queen, það er 249. Hvað námyndar það upp í 300 eða? En veitu hvað? Ef það var 251, þá námyndar upp í 300. Það var svona hostelegi, það voru ekki eins og koma tölvur ABBA. Lærða námynda. Já, það er rétt, þetta ætti frekar að námynda í 200 miljón. En hvað er Basshunter með? Basshunter, miklu meira en það. Jónas, sko málið er, ok, ef þú offar Dancing Queen, sem er bæðið leðilegt að lasa í æfinni heyrst. Það er hundleðilegt. Þá er Basshunter með 221M. Það er slögt á þessu, það er ekki leið með þig. Já, hefst það, sko málið að, auðvitað, hérna, þú veist, nú þurfum við aðeins að klára þessu umræðina. Já, má ég halda áfram með slúður? Ég ætla að segja bara við ykkur báða. Hann heldur á tölvunni Þetta er betra en Dancing Queen. Ok, málið að báðir artistanir eru bara hundleiðilegir. Þetta er ABBA og Basshunter. Hvað er að gefast þetta? Nenni að slökka á þessu, ég ætla að halda áfram með slúður. Við höfum heyrst þetta lag, þetta er bótinn Anna sko. Herðu, næsta slúður talandi comeback, don't call it a comeback. En Hulk Hogan er á leiðin aftur til WWE. Er hann á lífi? Já, og er að fara að wrestla aftur. Nei, ángríns, er hann á lífi? Ég held hann hafi dáið fyrir svona 12 árum. Hulkamania could once again run wild in the WWE. Akkur hann að vera dauður allir. Ég held hann var löngu dauður. Hvað er hann gamal? Herru, hann lítur alveg úr, hann náttúrulega að sérst hann er búin að eldast, en hann enda með sömu ógeðslega hormótuna. Þegar ég var 10 ára, þá var hann hefingar. Fyrstulega þetta geggjaði yfir að skegg. Nei. Og ekki kalla þetta hormótu. Mér finnst þetta hræðilegt. Býttu, hvað ertu Hogan-fan eða? Já, mikill Hogan-fan. Ok, þannig að ef maður er bara eitthvað svona deadbeat að þá fílar mann eða? Deadbeat, þannig að það er mikill og hann er strípaður og strípa með þess að skeggja á sér. Þetta er ekki strípur sko. Hvað er langt síðan að Hulk Hogan gerði eitthvað? Hvað, bara Nanny, dóið ekki þar eða? Það var einn viðbjóðsleg myndmaður. Já, Nanny, var hann en badfóstar það? Nei. Hvað heldur hann að vera? Ég veit það ekki, ég hef ekki séð hana. Hún horfir á hana. Var Hulk Hogan að leika badfóstru? Ok, þannig að varst ekki þú sem fórst á hann í bíó. Hvenær í anskotunum leika hann badfóstru? Nanny. Hann leiki Nanny. Herðu, svo er það lokaslúrið, það er Rihanna. Ef einhver stillir þetta inn og hlustar þetta slúður, það væri bara eins og hann var að hlusta útvarpsþátt frá, þú veist, 87 eða eitthvað. Nei, Hulk Hogan. Já, fólk er að koma með comeback. Þetta er með fólk sem er á lífi. Ég er að elska gott comeback. Rihanna, hún er á lífi og er eins og stærsta eða ekki. Hún er 30 og hún er í svona opnunarviðtali við Vogue sem er á leiðinu út og opna sig að mýmislegt. Til dæmis segir hún að hún og Drake talist ekki saman lengur því að hann hafi verið orðin bara nett ástsjúkur. Já. Það er bara smá særi Bergman í það. Það er ekki gott að vera ástsjúkur. Býttu, hvað er það að tala um? Er það að tala um Kleinurhring og Dagblaðið? Nei, hann var eitthvað svona VMAs og eitthvað, þá var hann eitthvað og mikið af lofsingjarna var alltaf eitthvað svona, ég held að hann hefði reynt of mikið og mikið SMS-um og svona. En hún segir að það sé ekkert óvinnir en ekki við talist ekki saman. Ekki senda hann er náttúrulega ekkert eðlilega thirsty sko. Hver, Drake? Hvað mennur þá? Thirsty for love? Nei, bara, hann verður vel vorni sko. Já.
Já, líka að senda 40 SMS á dag allt niður, sko. Ég held að hann ekkert alveg verið í því, sko. Hljóma þannig. Ég held að hann sé komin bara á dæluna, sko. Og svo segist, nei, hann í toppformi. Svo segist hún ekki að neina áhyggjur af þyngd sinni og það séu bara blaðamenn og slúður tímarit sem spá í hvort hún sé að fitna eða grennast. Henni drullu saman. Hvað, hún eitthvað þungað? Já, hún bætti eitthvað. Hvað að gerast þetta? Hvað var ekki bæta á sig eitthvað smá? Hún var að segja henni drullu saman. Hlustaður ég að tala um þar. Þetta var slúðurpakki dagsins hér eftir smástund. Þá förum við í kortmyndur frekar. Hvað sér hann í dag? Er ekki steindu það? Hárrétt hjá þér. Til hamingju með það. Hádegisverðarpottur FM 957 og Nings. Þú skráir þig og þinn vinnustað eða vinnahóp á fm957.is og þú getur unnið einn gómsætan hádegismat á Nings. Vala Eiríks dregur svo pottinum góða alla fimmtudaga. FM 957 og Nings með þér í hádeginu. Ívar Guðmunds hér. Ég hélt ég kæmist aldrei í betra form en svo kynntist ég Walk On. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Það alltaf von á roki og rigningu, dálítilli súld eða sudda og mögulegri bleitu. Vertu viðbúin. Reykjavík Raincoats. Singalong kvöld á Hverfisbarnum á laugardaginn. 2 fyrir 1 af koktelum frá klukkan 21. Frítt inn, sjáumst, Hverfisbarinn. Þú og félagarnir. Roadhouse. Mæ, potturinn stefnir í 37 milljónir fyrsta laugardaginn í mæ. Lotto, leikurinn okkar. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eyrvík. Vertu velkomin í Verslun Eyrvíkur, Suðurlandsbraut 20. Loksins á Íslandi. Clay augndroppar frá Clear Eyes. Fást nú í apótekum. XO í Smáralind eins árs. 20% afsláttur af öllum flatbökum fram á sunnudag. Bæði í Smáralind og XO í Jóðurshúsi. Opið til klukkan 9 alla daga. XO, líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fikkus. Það held ég að kæra hlustundur til hlust á FM 957 og með ykkur í dag hér að byrja dagskrárliðurinn. Hvað að byrja? Það að byrja til stenglindi. Herðu, byttu Hvað gerir þú að reikna þátt? Kortmyndur frekar. Þú varst að hefi slípaði sem opnum daginn. Já, ég veit, ég skeit, ég glemdi hvað hann að fara í. Ég veit ég skeit. Herðu, við erum að fara í kortmynduði frekar og ég fekk heiðurinn á þessum dagskrárlið í dag og ég mjög stoltur af þig og vandaði mig mikið. It's just say nothing at all. Það hárrétt hjá þetta og ég ætla ekkert að vera tegja á lopan, ég ætla að vinda mér í þetta. Eru þið klárir í þetta? Hvað eru 3 ár eins og alltaf? Það eru 3 ár, já, ég með nokkra hérna, við gætum jafnvel hendi 4 ef við erum í gír, við sjáum til. Nei, það eru oftast verið það slappar hér, við látum bara 3 töga. Já, en hlustaðu nú. Fyrsta Ég er að hlusta. Við erum að velja hvort þú gera frekar eða ekki. Jú. Herru, Hvað er búin að fara? 30 sinum í þetta? Er þetta ekki 7. árið okkar þetta? Hvað er að gera? Jú, sem sagt, hann segir eitthvað eitt og þú átt að segja hvort þú myndir freka gera. Af þessum 2 almennlögum. 7 ára krakki getur náðu þessu. Hvort myndu við frekar vilja vera sköllóttir og í toppformi eða spikfeitir? Þá er ég að tala um spikfeitir og með hár. Hversu feitir eru? Spik, við erum að tala um 200 kilo, 250 kilo. Spik. Biggest Loser. Í öðru veldi. Biggest Loser USA. Akfeitir. En sko 250 kilo. Þetta er svo Herru, býta eins. Þetta er svo heimst. Nei, alls ekki. Það hrjáir ekkit alla að Ég er sköllóttur í ágætis formi, sko. Þú? Já. Hann er basically að spyrja hvort viltu vera ég eða einhver sem í Biggest Loser í Bandaríkjunum. Reyndar ertu í toppformi, ég gæfi þér það. En sko, Og hvernig ég að svara þessu? Já, sko, ég meina, viltu vera með hár? Já. Blöð? En þegar ef þú myndir vilja það mikið vera með hár á að takir það nokkur aukakíló. Nokkur, þú varst að segja þetta var bara eins og Biggest Loser í Bandaríkjunum. Já, kannski, ok, Biggest Loser í Íslandi. Sko, það er ekki gott fyrir mig. Ég vinn hérna alla daga, virku dagana, dagvinna mín, þú veist, fjárþjálfun.is og ég er í sporthúsinu, 24/7 basically og það er ekki gott fyrir mig að vera í mjög slæmu standi. Einkaþjálfur í slæmu standi. Hefur þú heyrt practice what you preach? Já, svolítið þannig. Já, við getum orðað þannig. Þannig að væri ekki frábært fyrir mig. Myndir ekki missa alla kúna? Að vera 250 kíló, það væri vesen. Það fær enginn til þig einkaþjálfari. Já, ég er einkaþjálfari. Þannig að við erum báðir bara ég áfram. Þetta er Ég ætla bara að segja, ég vil vera bara áfram ég. Já, en ég er það. Já, þú ert bara Ókjöldslega fyndin maður. En okkur að segja Hvað stamar það? Ég skil ekki okkur út að taka þig í þetta dæmi.
Af því að ég annar þeirra. Akkur segir það? Akkur ætti ég frekar að vilja vera 150 kílóum þyngri og vera með eitthvað hár. Ég bara góður, En tilfinningin þegar þú opnar nýja fötstóllu og rennir puttanum ekki ljúga þegar þú rennir puttanum niður Já, ég kannast þetta. Niður fötsið og svona leiðu þetta hendurna þar og mjaka því hárið. Myndur þið fórna Can't beat that feel. Ég var í klippingu morgun á 10 morgun. Já, frábært. Veistu hvað er næstu spurning? Að tilla sér í stólinn, heyra hvað er fett á Robba, hvað er nú í gangi, meðan hann að degraði þig. En basically, þú ert að tala um það. Það er pluss og mínus að það bæði. Myndur þið fórna vinnunni, öllum kunnum, þú myndir fórna nánast jafnvel fjölskyldinni, myndir þið fórna öllu. Okkur fjölskyldinu. Það er að segja fólk sem í smá yfirþyngd ekki fjölskyldu. Hann missir vinnuna sína. Ég ætla að vona að við skrifum ykkur þetta á netinu. Ég er að segja, hann missir vinnuna sína. Þú varst að tala um fjölskyldinu? Nei, ég er að segja basically, ok, hann missir ekki fjölskyldu, hann missir húsnæði sitt, hann fer on the streets með fjölskyldu. Ég fengi fólki í mælingu sem er 250 kíló. Það er til þannig mannesku í Íslandi. Ég fengi þannig fólk sinni. Og hvað, voru þau búin að missa fjölskyldu? Nei, þau voru ekki engaþjálfarar. Þau áttu fjölskyldu og vinni. Þau vinna við eitthvað allt annað, þau eru ekki að þjálfa fólk. Þetta er heimspurning, fá næstu. Ég ætla að vera með hár. Þú ætlar að vera með hár? Þú ert svo fyndin Egill. Næstu spurning. Þú ætlar að vera með hárið þá? Já, sko út af því. Já, þú þarf ekki að útskýra. Að fara á 2 vegna réttið til Robba og tilla hann í stólinn og spjalla þess. Gaman að hitta hann. Frábært. Þú heilsa Robba vinniðinu. Herri, já, þá er næsta. Þið völdu sikkur, þið voru ekki sammálaðna. Þá er það næsta spurning. Hvort myndu þið vilja vera eins og rotta í framann eða svín? Þú ert nú bæði, þú ert eins og rotti í framann með líkamarsvín. Hvað er það akkur að ráðast á mig? Ég skil þetta ekki. Það er rosalega sókn á mig núna. Þetta var keiðu hjá blöðan. Það er nett rottið, sko. Herðu, djöfusins. Sérstaklega með þess að narfa framann þér. Ég myndi aldrei segja þetta þig. Aldrei. Ég myndi aldrei sagt svona þig. Nei, þú myndir aldrei gera það. Svo rotta í framann. Hvort myndir þú vilja vera svín? Nú er þetta rottur mishuggulegar. Ég vil sé rottur sem ógæslega. Steindir myndalega rotta, sko. Herru, viltu hætta að kalla mig rottu? Það verður að hætta að vera huggulega rotta. Herru, þetta getur nýja nikkið. Rotta. Þessi var helviti góður. Er ekki að klína því á mig? Ég er alveg til að láta það festast. En allavega. Þið maður sé ljóta rottur. Veitu hvað það var spurningur rottan? Það er rotta. Sko, ok, þá er það næsta spurning. Verður ekki að svara? Hvort myndir þú frekar vera eins og svín í framann eða rotta, Egill? Þetta áttu nú bara að vera löflegt spurning. Ég heldur ekki fara nættu bara. Jú, hann er basically að spyrja hvort þú vilja vera framann eins og... Þegar ég er menna dagskóli, þá er ég með 2 eðlilega hluti. Ég er ekki að spyrja hvort mömmulega rotta svín í framann. Það bara að taka þennan dagskóli af Steinda, sko. Ég skal taka þetta. Hvort myndu þið frekar vilja aldrei aftur fara í sturtu eða aldrei aftur skein ykkur eftir hægðir? Þetta er legit spurning eða pæliðinni. Hún er úthugsuð. En má ég fara í sturtu þegar ég er búið með hægðir? Það sjálfsögðu. Þú mátt bara ekki skeina þig. Það myndi hægt að skeina mig. En betur, máttu gera svo í Tyrklandi á salerinu það er svona stautur sem vísar upp og hann sprautar Hvað það er bara flytja til Tyrkland? Inn í Þú mátt náttúrulega sprauta hverju sem er. Þú mátt bara ekki nota pappír. Aldrei nota pappír. Basically, ef þú bara flytur inn klós á Tyrklandi sem er með drastinu. Þetta er meira bara þú fer bara á klóstið, svo gerir þér bara upp og málið er, þú þarft ekki að skeina þér. Jú. Nei. Ef þú ert með stautin sem sprautar upp í... Já, en hvað, það er ekki svona stautur hérna niður vinnu. Það þrýfur þetta. Treystur bara skólum. Og síðan ef þú tekur Herbert Guðmunds á þetta, ég sé hann í reportu, hann setur annar löppun upp á vaskinn og síðan tekur hann hárblássaran og setur það undir pungin á sér. Sem er rótað séð. Herbert Guðmunds? Hvað mennur þú? Þetta er ómikið upplýsingur. Það er sem hann gerir. En hvað er það upp á baðkarið og skeirir það? Nei, síðan er það sér í hárþurrkun og spreyjar, hann hitar á sér það ekki verið til sturtu eða? Pungin og... Hvað gerir hann? En hvað ætlar að gera að þú til með að setja hann í vinnu og þarf þetta að hægja þér? Þú ert ekki með stautin hér. Ekki hárþurrkun? Það segir bara þröð störtur sem á gæðavandamál. Við erum að flytja klósta Tyrklandi, helst í gær. Já, ég myndi frekar hægt að skeina mér og fara bara alltaf einhvers staðar nálægt sturtu, það segir sér sjálft. Þú myndi gera það, já. Eina sem er vesinn út mökka ára biffanum og þetta hægja þér. Ertu mikið að hægja þér það? Þú ert mökkaði með úlingunum hann eða? En ef þú væri með flösku... Hvernig er þetta ekki bara að kaupa handa með einhver mango tango og spjallaði krakkana? Með flöskuborð á B5 og þarft að hægja þér, myndur þú gera það þar eða? Böllandi við sem er að gilsara, maður stjóða það með þetta. Á FM 957 og við drengirni þakkum ykkur kjallar fyrir það, styttist í gest þáttarins og það er stekkurinn Þorkell Máni á X-inu, Harmageddon bróðir með meiru, það er verið að stekja hann og hann er á leiðninga til okkar, veitir endur ekki af því, þannig að múnandinn er ekki að hlusta það sem þeir eru núna. Hvað er ætlið síðu núna? Það stóra ég veist að þeir sem að hlusta útvarpi einhver staðar í miðri stekkjun. Já, nákvæmlega. Það væri fyrirlegt. Hörðu, Money Sim Money Sim var cashing out. Hann var að selja kallinn. Þetta er mest lesið á Vísi og TV. Meðan við ræðum Money Sim getur fengið Money for Nothing með Dire Straits á. Getur þú farið á YouTube og Akkur setta það bara á. Það eru að fara að ræða Þímlægjans. Það eru að fara að ræða Simma. Ef við ræðum Money Sim Við verðum að gera þetta. Þetta er mest lesið út um allt land. Hanna. Thank you.
Hann var sem sagt að kassa sig út úr Keiluhöllinni og fabrikunni. Já, ég vil ekki sko, ég var til að lokka manni hjá bakkunni og sjá hvað var þetta að Money for nothing. Almáttugur. Ég ætla að giska á að hann eigi svona miljard. Við þurfum að heyri í manni sem einhvern tímann. Ég var að reyna að ringja hann á, hann svaraði ekki. Og bara spurja, hvað fékkstu? Fyrir hvað, bara... Við þurfum að fá hann bara í viðtal næsta fyrsta. Það ekki? Er þetta eitthvað fyrirlíf hvað hann fekka? Það er ekki rætt það. Hann kastast út úr fabrikunni og Keiluhöllin. Hann á ekki þetta. En sko, hann er ekki hættur í fabrikunni. Nei, hann hættur í Keiluhöllin. Hann er bara starfsmálplani út þetta ár. Það var hluta dílum. Hann getur ennþá farið upp í Keiluhöll og hitt mann í sem. Út þetta ár. Ef þú horfður tilbaka, 70 mínútur, þú, Sveppi, Pétur, þeir eru trúðar í dag. Já. Simmi, hann á miljard. Hvað gerði þið? Hann á ekkert miljard. Ég myndi segja hann eftir halva miljard. Já, ég veit það ekki. Ég meina að kassa, veitu, Keiluhöllin er bara cash cow. Hann er ekki selt það fyrir kling, ég lofaði því. Og hamburgerfabrikan. Með sko útibútum all land. Guð minn almáttugur. Ég var aldrei farið í fabrikunum og ekki tróðar. Hvað ætli Simmi fara að kynna? Veist það, þú myndir, sko, ég veit ekki, þú myndir henda þér í 69 með honum eða var ég þetta. Hvað myndir ekki gera fyrir hennar mann? Það er bara þannig. Eins vel og ég kannu Simma. Sko, þú er stærsti Simma villaðdándi landsins. 100%. Allir það ekki? Já. King sem er vil. En Egil, þú voru aftur að því. En hvað gerir þessi viltu entrepreneur næst? Það er því að sko, hann er ekki að fara að retire. Nei, málið það, nú opnast það. Það er vilti entrepreneur. Já, hann er mjög viltur. Hann verður komið nýja business og við vitum af. Það getur verið hvað sem er. Það er að opnast að höra fyrir þig, Egil, þú veist það. Ég ætla að vinna með hennum ég. Nú átt þú að fá manni í Simma-línuna og þú átt að opna eitthvað með honum. Ég ætla að segja bara sama hvað business þú ferð í næst, með skít sama hvað það er. I'm in. En hann er samt sko, þeir náttúrulega er að sponsa þáttinn, hann er vonandi að hætta því ekki þó að Simmi sé farin. Já, ég meina þá eru þið bara brjálæðir. Ástæðan fyrir því að þetta gengur vel út af þessum fætti. Það er bara þannig. En er King Jói Ásbjörns ennþá inn í fabrikunni eða? Já, ertu ekki að mikill aðdáandi Jóa og verð Simma? Já, toppmaður líka. Já, en þú tala alltaf bara King sem er vilja, ef þú segir ekki King Jói Ásbjörns. Jói er algjör þvílíkur meistari sko. En ég er bara harðar við King sem að vilmaður, það glæpur það? Nei, alls ekki, það er bara svona. En hvað ætla hann gerir næst? Hvað er þetta að skjóta? Gaman fyrir þjóðunni að fylgjast með því. Já, rosa spennandi. Og sko, hann er starfsmaður á plani í Keiluhöllinni út þetta ár. Hann er ekkert starfsmaður á plani? Já, minna, hann á ekkert innan lengur. Hann er bara starfsmaður, það er bara laun. Ekki framkvæmdastjóri eða eitthvað? Já, bara starfsmaður. Starfsmaður á plani, fyrirgefðu. Hann kannski ekki, þú veist, hann er ekki að bóna brautirnar, sko. Þú veist, hann er framkvæmdastjóri. Hvað gerir hann næst? Þú ert svo... Svona budget, eins og hann, svona rosa budget, veist, hann getur keypt Dominus þess að það vil. Geta þess að það sýnist. Það er King sem er vil. Það er nóg til að Dominus. Ég held að hann gerir bara ekki neitt, ég held að láta sig hverfa bara. Nei, hann fyrir eitthvað... Það kaupir ekki Smáralind. Jú, hann kaupir eitthvað Smáralind, þú ert svo vitlaus maður. Herru, hér eftir smá stund, þá förum við í, spurning hérna Gilsarans. Holt fyrir bæði líkama og sál. Serrano, Fresh, Happy, Max. Ekki vera einn af þeim sem missir af fyrsta partí sumarsins. Startaðu sumrinu með stæl. Foreigners, Laugardalsvöll, föstudaginn 18. maí, uppselt í stúku, miðasala á miði.is. Láttu ekkert stoppa þig. Stuðningslífar, kompressjónbuxur, hlaupasokkar og hlaupaskór. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Allir regnbúans litir af Converse á 50% afslætti í toppskónum. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Falinn fjallstjóður af strigaskóm. Apotekarinn býður 15% afslátt af öllum 204 stykja pakningum af Nicotinell lyfjatyggigúmíi í maí. Apotekarinn. Lægra verð. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður, Skólavörðustíg 18. Kominn tími til að taka til í geymslunni. Ekki henda, endurnýtum. Pantaði bás í kólaportinu. Lifandi markaður í miðbænum. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fikkusport. Camilla Cabello, veitum það ekki? Camilla Cabello, já. Cabello? Með lagið Havana. Flott lag, við steindur bara tveir í stúdíu núna. Egil fór á klósetti. Egil fór að sprauta sem er styrumindina bæði. Stærsti, já, hvað segir hann, Money Sim aðdáandi Íslands? Já, hann er það, alveg skuldlaust og það er mjög fallegt. Hann er a huge fan, Hann er a huge fan og við vonum að sjálfsögðu að Simmi sé í toppmálum.
Já, mjög mengar á að gera Halda simmanum. áfram að bralla eitthvað. En já, þið, Rikki G, þið tóku upp klefa fyrir í dag. Við tókum upp klefa fyrir í dag og já, ég ákvað að hringja minn veikan. Það er langt sem ég gerði það. Reyndaðu að segja það, það voru ekki gert það lengi. Nei, ég er mjög gaman að því og já, ég veit ekki hverju við ættum að bæta við það. Ég vil ekki bara að smetla því í loftið. Já, hvert hringdur áttur? Húsasmiðina. Skulum að heyra þegar Steindi Junior hringi sinn veikur í einhverju vinna. Þetta er basically, þú nú ert náttúrulega ekki þú þarna, heldur bara einhver starfsmaður. Já, ég er að haugast. Tekum að þessu. Húsasmiða, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég er að tilkynna hérna veikindi. Já. Ég var að byrja að vinna hérna upp í Grafarholtinu og ég er ekki með númeri á verslunarstjórunum. Já, það er sikka, ég skal bara gefa það sambandi. Já, málega ég er ekki, þú veist, ég veit, það er föstudagur. Já. Ég er ekki, þú veist, ég veit, það kemur oft illa út en ég er alveg að drepast, sko. Já, ég skal bara gefa það sambandi á sikka. Þetta er bara önnu vakti mín. Já. Þannig að, þú veist, ég er með beinverki og ég var að mæla mig, ég er með 39,5, sko. Já, gefa það sambandi sikka. Það er ekki alltaf þannig á kvöldin, þá verður hittin alltaf hvort þið er miklu hærri. Ég veit það ekki. Og ég er búin að vera raunni, þetta er upp og niður, sko. Ég er búin að vera bara inn á klósiti og ég er búin að, þú veist, þetta er bara þvílíku skelli fyrir mér. Þannig að önnu vaktin í dag, og þetta er bara eins og kranavatt, sko, bara úr essinami, sko. Já, já, en eins og ég ætla, sko, ég sé sófan bara, ég held að það sé alltaf gott að vera, hvað, heyrðu, já. Siggi? Já, góðan daginn. Orðið heiti ég var að byrja að vinna hérna í Hafnarfirðinum og ég næ ekki í verslunarstjórnar, sko. Ég er ekki með númer eða neitt, ég var að hringja upp á skrifstofur, sko. Þannig að þetta er bara önnu vakti minn í dag og ég er að tilkynna veikindi. Veistu, getur þú hjálpað mér eitthvað með það? Í hvað deild ertu það? Ég er í ljósadeildinni. En þetta er bara önnu vakti minn í dag, sko. Og hvernig áttur að mæta? Hvað segir, ég fór heim, sko. Ég fór heim, en ég náði ekkert að heyra í honum, ég er alveg sárlasin, sko, ég er með 39,5 og þetta er upp og niður á mig, sko. Já, ljósadeild Hafnarfirði. Já, það er bara eins og að sé búið að skrúa frá, sko. Já. Þannig að ég sé bara fyrir mér að þetta sé sófinn á mér, sko. Þannig að, hvað er nafnið? Undir feld bara og bara, helst bara eitthvað ullateppi, sko, bara og alveg hérna. Það er náttúrulega gott bara, það er bara ágæðið lýsingar. Reyna að svitna þessu úr mér, sko. Hvað er nafnið? Og svo hitt, og hérna verður maður ótt náttúrulega miklu meiri hitt á kvöldin, sko. Þannig að ég er alveg bara skítrættur að ég sé alveg bara komin með eitthvað þvílíka flensu, sko. Beinverkir og allir pakki með þessu, maður. Ég sé fyrir mig bara eitthvað blandi póka fyrir 700 kall, sko. Bara slaka á, sko. Ég heyri það, þetta er ekki glæsileg það. Hvað er nafnið? Það er Orri Kristjánsson. Já, ég sé bara fyrir mig að taka bara Friends eða eitthvað, bara vera slaku, sko. Bara Seríu 10 eða eitthvað svoleið, sko. Þegar Jói er með svörtu stelpunni þarna og vera bara alveg, ég sé bara græði gamla Nintendo jafnvel, sko. Taka bara kúlbort þessu eða eitthvað. Það væri, sko, geti leift ykkur að mæla með þessu, sko. Ég er bara, þetta er germilegt, sko. Þvílíkt, bara sárlasin, sko. Ég er með 39,5 og þetta er bara upp og niður á mig, sko. Ég náði ekkert ég bara fór heim og ég let vita þarna á kassanum en ég náði ekki að tala með hann, sko. Svo hann verði ekki alveg brjálaga kallinni út í mig, sko. Já, það er ekki gott. Við vonum að þetta verði bara lægi. Ég ætla þetta sagtur að þetta sé ekki eitthvað tepurskapur, sko. Þetta sé alveg svona alvöru. Þetta er alvöru. Já, þetta er alvöru. Þannig að maður er bara alveg slappur, sko. Þannig að kannski skila, segir hún að heyri í mér eða viltu að láta hann hringi í mig eða. Já. Og svo ég er alveg gjössanlega bara að deyja, sko. Það er bara þannig. Þetta er bara, þetta er bara, maður það bara kýla inn á bökku og bara slaka þess á, sko. Já, ég heyri það. Svo er þetta. Þú nærður svo úr ekkert að vinna. Já, ég ger það. Ég fór að koma að þessu bóða von. Já, þetta er stöð 94, bara afreglarnum, sko. Þú veist hvað ég hafi. Já. Svo heitt og kallt í skipti, sko, en ég held þetta sé bara stöð 94 og úr öllu, sko, sokkum og. Já. Bara, hvað segirðu? Þannig að maður er ekki, eins og sem, ég er bara að taka nokkra ræmur með Rob Snyder og vera bara slakur, sko, Big Stan og eitthvað svona og bara, maður er alveg, þetta er bara það dagur, sko, joggar og yngan aðrir, sko. Nákvæmlega. Bara pakja kamel og slakur, en hérna, já. Herðu. Við áttum þetta,
vonandi bara passa það, vinnu minn. Já, takk fyrir það maður, og takk fyrir að láta við. Þú lætur bara hringi í mig ef það er eitthvað. Já, gangi ég svo vel með vinnuna því Hafnarfirðinum. Já, það... Þú voru svo bara að rockselja þessi ljós, þú voru bara að bæta við þig tönn þegar hann kemur tilbaka. Já, ég ger það, ég ætla bara að sanna, ég sé engin aumingi, þetta er bara algjör, þetta er slæm tímasetning, that's it, sko. En þetta, já, herru, ég ætla að fara að fróa mér og bara við verðum í bandi, ég mæti sérna. Allt í góð. Ok. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. Já, Naughty Boy með lagið Runnin'. Hún hætt að hlaupa. Naughty Boy. Já, hún hætt að hlaupa frá sjálfri sér, segir hún í laginu. Sem mjög sniðugt. Hún ekki að hlaupa frá sjálfri þér. Nei, maður þarf bara stundum að horfa í speilin og taka sér og díla við sína púka og... Hætt að hlaupa. Hætt að hlaupa. Það er okkar skilabúið. Hún var eins og Guðni T.H. þegar hann var í spjalli hjá okkur. Runnin'. Hann var runnin', já. Já, þegar Egil spurði hann hvort hann að fara í þveng. Forseta Íslands. Hvað var hann runnin' þegar ekki, Egil? Ertu að hlusta eða? Ég var endur að lesa. Þú veist þú ert í útvarpinu? Ég var aldrei sér ekki breinfart á það. Nei, ég var að lesa eitthvað í tölvunni. Við datt út. Já, þú ert í beinni útsendingu núna í útvarpinu. Nú er ég að horfa á ykkur. Þetta er Dautkort við ætlum að fara hér í dagskrárlið sem heitir Myndurðu fyrir cash. Yes, keyrum í trailer. Ok, ég skal gefa smá á hann. Það er gaman að heyra sem eitthvað svona jákvæmt hljóð frá það, ekki? Would you like to have pockets full of cash? Hey, what the cash, blöð, púr? Gefðu mig cash, blöð. Hvað þarf ég að gera til að fá allt þetta cash? Mér langar í nýjan Yaris, en ég á bara ekki cash. Please, gefðu mig cash, púr. Jæja, fara ekki meira á honum. Þetta kallaði þið púb. Já, það er gaman svona. Er þið tilbúinir? Já, við erum klárir. Þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og já, ég ætla að byrja á fyrstu, hún er nú ekki flókin. Ef þið fengið 100 milljónir fyrir hvern putta sem færi af ykkur, hvað myndu taka af ykkur marga putta? 100 milljónir? Og hverjir færu? 100 milljónir? Já, hvað putta? Bara 100 milljónir? Bara... Það er þetta háa tölur hér. Bara allana? Já, bara hérna, þannig bara með nóan. Getur ekki notað hann lengur? Nei, ég mænti ekki, hann er farin. Ef hann fer, þá... Erfitt að nota hann ekki. Einmitt, ekki nú ætlar að geima hann í krukku og nota hann í eitthvað. Hvaða putti er mikilvægt, þú? Vantarlega þumalputtin eða ekki? Jó. Þið fáið 100 milljónir. Hvað skiptir minnstu máli? Nú ætlum ég bara að byrja að spyrja ykkur. Myndu þið taka einn putt af ykkur fyrir 100 milljónir? 100 milljónir, ég ætla... Frættum við hvaða puttið er, sko? Já. Nei, menn þú mátt velja. Já. Ég er að velta með hvaða puttið undan minn, sko. Já, mér finnst þetta bara að vera frekka þægilegt. Ég myndi taka 8. Það er bara... Það er ekki taka 8. Hvaða 2 ætlar að skilja þetta? Bara báða þumlana, líklegast. Og hvað ætlar að gera við þá þú ekki verið þetta annað? Skildi allar að 4 eftir, þú getur haldið á bjórdósinni. Já. Ætlar að taka þér 8 putt? Haldið á bjórdósinni? Er ég ekki að því núna? Jú, það er leist þetta. Það er góða punktur. Já, ég myndi taka 8. Nei. En hvernig ætlar að held í... Ég er með 800 milljónir. Einn heima á... 800 milljónir. Í gýr. Sem að dettu nú reglulega inn hjá gamla. Hvað byrjuðu hvað að tala um? Einn heima bara í gýr. Einn heim í gýr? Já, bara feskur. Já, ég meina, get ekki bara kona mín aðstofa mig við það? Það var með 2 þumla eða? Hvað er þetta að segja þetta? En það segir þú, ok, sko, nú er ég ekki að grínast eitthvað þú hann grættu pattaðin eitthvað svona, en segjum hún farið svort á lausu, hvað ætlar að gera þá? Já, herðu, hvert er þetta að stefna? Ég svaraði bara spurningunni, ég sagði ég myndi taka 8 af mér. Já, þú er bara með 2 putta, hvað ætlar að gera þá? Og ætlum við allt inn að vera með þannig að ég er bara allt inn og komin á laust og ég er með 2 þumla og... Nei, ég er að segja ef þú myndir svo vera á lausu. Og hvað, og tapar líka penningu bara og allt? Nei, en þú ert að gamer. Þetta tala um það? Þú ert að gamer, þetta er með það áhrif af gaming lifestyle, sko. Já, að vera gamer, málega, þetta er að, sko... Þú ert að gamer. Þú twittar eitthvað myndu daginn að þér að opna ykkur gullkistu. Ég var að spila Fortnite og ég tísti og þú vissir ekki hvað það var. Nei, ég veist bara, ég spurði þig bara. Málið er þess okkar. Ef þú ert með 800 milljónir og 2 þumla, þá er ekkert vikið vesen, sko. Ok, ég er að sjá núna, hann er ekki eins og grínast. Ég var ekki að hugsa hvort þið myndi taka 1 frund. Jú, mann myndi taka litla putta. Þetta er góð peningur, 800 milljónir, ég skil hann þannig sé, en þetta er samt 8 puttar af.
Hvað myndir þú taka? Ég ætla að vera party pooper til að segja ég vil ekki missa þetta einasta putta. Ég vil geta sendt e-mail eðlilega. Ættir eftir mikið, þú verður að taka 1 putta. Ég held að ég myndi taka litla putta vinströnd og vera með 9. Ég kann vel við litla putta með. Já, og notan hann ekkert. En því heldum lóð. Myndir bara taka 100 kúlur út af þessu? Þú var að lúsa 100 milljónir. Myndir þú taka putta fyrir 100 milljónir? Það byrjar að taka 1 og tekur bara 8 sko, það bara þannig. Nú ég myndi ekki taka meir en 2. Ég ætla bara að segja engan og það kemur önnur spurning og ég er mjög leiklegt ég hendi mig það, ég þarf ekki að missa okkur útlim. Ég er ekki að þykjast, ég myndi sannlega taka 9 með þess Þá er það næsta. Myndir þú þykja 100 milljónir en þú mátt aldrei aftur horfa á íþróttir? Þannig að við síðan ekki útlim. Þetta er bara, hefur bara letast á spurning sem ég fengi. Byrju eftir ekki að leina HM. Og þú ert líka UFC-lúði, sko. Já, auðvitað maður. En þú ert svo vitlaus, þú ert svo peningagraður, Steinþór, og þú hugsar ekki. Mér fannst þetta bara vera eins og, ég tengdi þetta bara strax við fótbolt einhvern veginn. Þú ert að leina HM, þú ert ekki að horfa á UFC. Já, ok, ég myndi í 90 mínútur myndi ég bara setja trefil fyrir augun á mér og drekka bjórið minn og hafa gaman. Svo var ég rándið á mig á næsta pub, sko. Trefil fyrir augun. Já, ég myndi bara heyra, bara fagnalætin og bara... Ok, þannig að þú segir já, þú myndir hætta orfi íþrótti fyrir 100 milljónir. Eina ég er rétt hjá Agli, ég er forfallinu yfir sélúði, sko. Ég er mikill læma, ég er að horfa á þetta allt, sko. Ég er komið á kafi í Bellator, ég er á kafi í þessu. Já, svaraði spurningu, þetta var léttasta spurningi heimaðan. Já, Aldrei aftur UFC. Ég get aldrei aftur að sé Gunnar Nels kýla manni andliti on TV og fagna með honum. Ég get aldrei farið bara til, nú er ég búin að fara Ég er búin að fara og horfa á Gunnar slást. Þú ert endur ekki að hapa, hann tapaður og fór sko. Já, ég er endur ekki að hapa, en ég ætla að bæta úr því næst. Ég ætla að segja nei við þessu. Þú ætla að segja nei, þetta var léttast spurningi heimi hjá Steindaðan, svo fór hann að hugsa eitthvað sem hann gleymist stundum að gera, Egill. Já, ég ætla ekki að horfa bara United og ég ekki að horfa á blikana. Ok, ég ætla að ummána þetta. En þú fengið 500 miljón. Og hvað er að gera þá þessi 500 miljón? Hvað er maður í Breiðablik? Nú ertu ekki alltaf að tala um þess að snekki? Já, það er snekki vantarlega eitthvað á leiðinu fótboltaleik. Eru þetta 2 valmöguleikar í lífiðinu? Annarkvæmt að horfa á Breiðablik eða Friends? Það er ekki lífsgæði í því að með ekki horfa á íþróttir, sko. Ok, síðasta spurning. 50 milljónir þegar við aldrei tala við Rikka G aftur. Já takk, sann að minni það strax. Nei, er það? 50 kúlur. 50 milljónir, þú aldrei að tala við Rikka. Veistu hvað er mikið að góða vinnum? Málið það, mér þykir væntur Rikka. Ok, reyndar sko, ok. Aldrei talast við Rikka fyrir 50 milljónir. Fyrst sem poppa upp í hausunum var strax já. Nú ætla ég að hugsa þetta betur svona. Mér þykir mjög væntur. Aldrei aftur Richard. Ég þurfti að segja nei við þessu. Þetta er nei á mig líka. Já, þú trítlar hérna inn. En orðan þannig, ef þetta verið 200 miljón, þá myndi segja Rikki, sjáumst. Það er bara svolítið þannig. Það er staðfest. Ef þetta verið 500. Ok, ég skal vera vinnur eitthvað áfram. Ef þetta verið 51 miljón, þá myndum við svona, já, sennilega taka þetta. FM 957 og Visitor ferðarskrifstofa ætla að bjóða þér á tónleika með ofurparinu Beyoncé og Jay-Z á Ólympíuleikvanginum í Berlín 28. júní. Fylgstu vel með á FM 957 næstu daga og hringdu inn þegar þú heyrir lag með þeim hjónum. Þú verður að vera nummer 9 í röðinni og þá kemstu í pottinn. Þessi fremstu tónlistarhjón heims halda aðeins örfáa tónleika í sumar og þú vilt vera á staðnum. Allar upplýsingar hópferðina inn á visitor.is, aðeins nokkur sæti laus. FM 957 og þú á Beyoncé og Jay-Z. Ertu ekki örugglega á hreinu að þú spara þér 1000 kall á hvern miða í The Colorun ef þú kaupir þér miða í hlaupið fyrir 8. maí? Tryggðu þér miða í tíma á litríkasta viðburð ársins í boði Lenovo, Toppur, Under Armour og Krispy Kreme. Miðasala á tix.is. Inkasso er að breyta gangi knattspyrnu sögunar. Í sumar verður spilað í Inkasso-deild karla og kvenna. Meiri umfjöllun, fleiri útsendingar og já, þú sagðir það, meira fjör. Inkasso-deildirnar, meira fjör. Ívar Guðmunds hér. Ég hélt ég kæmist aldrei í betra form en svo kynntist ég Walk On. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Risa tax-free í Hagkaup frá 3. til 7. maí. Afnemum virðisaukaskatt af öllum sérvörum og snyrtivörum. Hagkaup, meira svona alla daga. Startaðu sumrinu með stæl. Foreigners. Laugardagshöll, föstudaginn 18. maí. Uppselt í stúku. Miðasala á miði.is.
Það er Kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Pítan Skipholti. Pítan, alltaf fersk. Lúðu piparsteik. Galleri fiskur, netil. Verkfæralagurinn, einfaldlega ódýrt. Verkfæralagurinn Smáratorgi. Hinn eini sanni El Clasico framundan á Stöð 2 Sport. Vert í besta sætinu í risaslag spænska boltans. Barcelona, Real Madrid, sunnudag klukkan 18:35. Stöð 2 Sport, besta sætið. Sumarið er hopp og hí, hiti, ís og gotterí. Komdu á sumardaga í Smáralind með sólríkri gleði stemningu og sumartilboðum fram á sunnudag. Skoðaðu tilboðin og dagskrána á smáralind.is. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Augun og headphone-ana, hann vissi ekki hvað hann var eða og þetta er hann Þorkell Máni, Harmageddon bróðir. Það verður að stekja Mána. Velkomin á FM 957 manni. Takk fyrir. Vel mertur XT. Já. Já, byrju, hvað stendur á skiltinu? Þorkell Máni, XT. Já, menn hugsaðu sko, það var annarkvort að, þetta segir svo kannski ímislegt vinni mína, hvað þekkja mig vel, það var annarkvort að fara í Borat-sundskýru eða að vera mertur XT og þeir hugsaðu að það væri verra að ég er mertur XT. Það er eitt sko, eina sem ég núna þátt að vinir á sér að hugsa, ok, hvernig getur við pyntan, hvað getur við fara með henni, hvað er svona lowlife, það fyrir með henni í FN9 blöð. Við erum að feika því núna. Við erum að fatta það núna, við erum aldrei að feika þetta. Það er niðurlægjan. Basically hann. Þið joke svona þessu sko. Já, en hann er komin yngan Þorkell Máni, það er verið að stekja hann, vinnur hans er með í stúdíónu. Oftast, tökum við ekki þátt í stekkjunum, en það var létt að segja já við þessari. Það sem hann er nú útvarpsstöð hérna við hliðina á sem er tengt við rock og já, svona kannski ekki alveg FM 957 kemur upp í huga þrú eða Þorkell Máni. Smá nakk í honum sann sko. Já, reynda smá. Í það var eitt dagskálið með okkur félagunum. Já, ok, já. Það komið tíma á rosalega dagskálið, þú ert að fara í spurningikeppni Gilsarans. Já, og Máni, þú þarft að tala alveg í mækinn, það er minna budget hérna meginn en hinum meginn. Það er þitt lífi. Ok, ég minni á að ég er að fara að giftast frænguðinu, en það er gott þessum spurningar verði ekki eitthvað svolega. Já, þetta er náttúrulega frænka þínu. Þetta er frænka. Þú verður að hreinskilin, það er eina regla í spurningkeppni, menn þú verður að hreinskilir. Og konceptið er eiginlega King of Marriage. King of Marriage. En við erum allir að keppa. Ég bara, hver er tilbúinn af ykkur þrem til að gifta sig? Eða spurningkeppni, þið eru allir þrjir að taka þátt sko. Þú verður eiginlega að vinna Máni. Og það er eiginlega vandræðilegt að þú skorar ekki hæst sko. Það er hræðilegt að myndi klúða því. Sko, þannig að allar í trailer eru góðir, hvernig... Þú átt ekki trailer fyrir spurningkeppnina? Víst í trailer. Æ, guðana bæði ekki spila trailer maður. Nei, ef við ekki slepp honum. Þeir eru allir eins, við fengum trailer á hann. Já, þú fegst maður hann. Robert, ok. Hörðu, þetta eru nokkar spurningar og þetta er mjög basic. Við ætlum að byrja með þetta bara þannig. Jú, ég fann hann og ég lefar var hann, þannig að Máni heyrir hann aðeins. Ok, ég spila hann aldrei allan, sko. En hérna er... 7 mínútur? Já, hérna er spurningakeppni að gerist trailerinn. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Ok, Máni er grenjandi hlátri og er sammála okkur þessi lélegasti trailer sem hann hefur heyrt á ævinni sinni. Máni var að segja, tjöfull er þetta langt trailer, hann var ekki byrjað. Tjöfull sem svo ekki maður. Já, við veitum okkur í þetta. Þetta er mjög einfalt, það sem að flesta punkta vinnur. Og verður King of Marriage. King of Marriage. Og spurning, ertu tilbúinn í að vera með einni mannesku það sem eftir er? Og byrjum að því að blöð. Þetta er, já. Nú, blöð, nú ert þú farin að deyta. Alveg rólegur. Þú er bara að vera hreinskilur. Þetta er rosalega spurning fyrir hann. Þetta er mikið verið að miklu sveitar en ég var. Erum við ekki, það er verið að stekja Mána hérna, sko. Þetta er bara spurningakeppni. Já. Manneskinn rétt, já, potið. Punktur og blöð. Steinþór?
Absolutely. Það svoleiðis? Já. Það var vandalt að þú myndir segja nei þarna máli. Nei, ég segi já líka. Það punktur. Þetta byrjar á notalega Þetta er dead tight. Þetta er fyrsta þetta var að spurningin. byrja maður. Hefur verið 50 kíló þyngri en tekið þið á og ert að fara að gifta þig? Já. Það er svoleiðis. Þetta er nei hjá mér. Já, þetta er nei hjá mér sko. Það er punktur og mánu. Máni var alltaf bara óþekkjanlegur sko. Það er fyndnasta mynd sem ég séð sem að Frosti setti einu svona hérna daginn á netu. Varst ekki einhver svona brúnun teinóttum jakkafötum? Þú varst eins og kartabla með hár. Já, þetta var rosalegt. Þetta var góð fýta þarna. Já. Hvað er næst? Ertu 100% tilbúin í enn fleiri IKEA-ferðir? Nei. Nei á Nick. Já. Býtu hvað er frænka en og Það fylgir þið bara að vera giftust en Þór. IKEA þann daginn sko. Já, fylgir þið meira samt, þú veist, þegar þú ert að eiga börn og það er ekkert að gera og tekur þinn að hafa einhverja afturring og þá mætur þú í IKEA sko. Þú verður oftar í IKEA. Við erum til dæmis alveg búið með þetta IKEA. Við erum búin að fara þá oft í IKEA sko. Hvað heldur þú sér búin að fara oft í IKEA manni? Örgulega 100 sinnum Örgulega 1000 sinnum sko. Þetta var lengi vel eini veitingastafurinn í Garðabæ og eini barinn líka. Eini barinn, maður fór og drakk svona 8 bjóra og keypti ykkur á billiðislu. Þannig að ég þór alveg að segja já við þessari spurningu líka í ljósi þess að ég veit það að IKEA-ferðir er alveg búin Sko málega, mér finnst ekki eins og það er leiðilegt að fara á okkur sko. Þú er skaman IKEA? Mér er skaman, ég segi já. Það er punktur og steinda. Blöð, þú með 1 punkt. Ég er ekki tilbúin í marriage. Geturðu hægtir meðan konan er að busta tennunar og öfugt? Og þú er að busta tennunar og þú að hægja þér eða? Nei, það er að fara að gerast? Nei, það er að fara að gerast? Ég er bara sem gerist í giftið þig. Hvað, ertu tví fráskilinu? Hvað veist þú um það? Þú veist alveg að þú munt busta tennunar og Bjarni verður að hægja sér. Byrju, ertu að segja mér Ertu að segja mér að konan Nei, ég miklar ágjur þessi sambandi Byrju, ertu að segja mér Það er mjög skrítið þetta sambandi þú ert í Er þetta þannig hjá ykkur? Ég bara held, er þetta ekki sannig? Ertu að segja mér þegar þú vakna á 50-daginn þá fyrir Bjarni bara beint að skýta og hann að busta tennunar Það bara breytist allt og eitthvað nóttu Þetta er nei hjá mér líka Það var engin punkt þarna, Steinþór? Nei, ég sko, málega þú veist, ég lína alltaf aldrei hérna í útvarpinu það hefur komið upp svo staða heima sko, málega, það hefur alveg komið, þú veist, maður hefur verið á klóstinu og kona þarf nöðsynlega að komast inn og þá hefur hún þurft svona bara in and out mission Hann var að tala bara kósi stund að tannbusta Já, nei, mér finnst það að vera Hversu andfór var konaðin og hún þurfti að hlaupin og tannbusta sem þú varst að skýta Hún var ekki að tannbusta, hún var að sækja eitthvað þú veist, hitt er svolítið úrkynja sko Nei, þú hefur verið að hægja þér Þú hefur verið að hægja þér og konan er inn á klóstinu á sama tíma Ég var ekki bara að borra seri Þetta er punktur á Steinþór Fæ ég punkt á það? Ég bara tek ekki hann punkt á mig Þetta er mjög spennandi Blöð, þú er trailing Ertu andlega tilbúin að selja 12 miljóna króna sportbensan og fara í skutbíl? Þessi spurning er bara blöð Já, ég er alveg klálega til í það sko. Það er svoleiðis En þú veist, þú gerir náttúrulega grein fyrir ég er að vera 50 sko. Ég er ekki að fara að vera eitthvað skutbíl núna sko. Býtu, hvernig bíl er þá? Ég er á Toyota CHR, besti bíl í bænum Ég vil bara minna á það ef fólk eru á að fara og kaupa sér góðan bíl þá erum að gera að fara í Toyota umbúðið Þetta sportbíl? Í Garðabæ Hversu sponsaði var þessi bíl? Fyrstu mikið á hann? Ég fekk mikið á hann Hann talar um gæna þegar við erum Ég fekk góðan díl Þú fekk góðan díl Þetta er já hjá mér líka Ef ég verður að fara að gifta mig Í skutbíl? Já Út af 12 miljóna króna bens Já, hann kostar ekki 12 miljóna Það er 2, 3, 4 Máni er að vinna þetta sem er jákvæmt samt Já, ég þurfti ekki eins og að sagða þessu Hefur ákveð að gifta þig og sett vöðvingjan á gestalistan? Ég verð að segja já Þannig að ég er alltaf á brygg sko. Það er punktur á mána En ég vil að komi hér skýrt fram Það var ekki ég sem böðunum Ættingar er eins og sólinn Því lengra er punktu þeim betra Og hann er ekki ættingi minn Er ég ekki gestalistanum? Jú, þú ert á gestalistanum Eins bara hræðilega hljómar Ef ég vildi gifta mig þá þurfti ég sannlega að setja á gestalista Ég ætla að vera fulli leðilega eins og myndi skammar hann í brúðkaupinu Hann var basically bara fulli Það er gott, við séum sko verið nú að segja þú veist, Eidmund, þú átt ekki sjens þú hefur ekki hitt vini mína sko, þú veist, sem eru bara búin að vera með mér í dag sko, þeir eru vel í því sko. Það er góða punktur Það eru 2 spurningar og sko Máni er að pakka svo saman sem ekki að sjá ágætt það sem að gifta sig á miðvikudaginn eða þriðjudaginn Hefur rekið við fyrir fram á konuna?
Já. Reki við? Já. Láttu henni rífa bara. Maður reynir að halda einu, stundum bara gengur það ekki. Þetta komið á þann stað. Þetta er komið á þann stað. Ég meina að þetta komið á þann stað sem að reka við frá konuna, sko. Sko málega, ég rek við fyrir frá allar. Mér er mjög óvalt að halda inni og bara, maður segir bara, þetta er bara eðlilega hlutur að gera. Málega, ég reyni það ekki. Ég er ekki alveg það mikill stemningskall, ég er bara að standa út á gólfi og reyna að reka við. En ef ég þarf að reka við, þá segir bara, ég þarf að spila fæna og... Það er ekki? Blöð, lætur henni rífa? Nei, ég er nú reynt að forast það. Sko, ég segi, þetta er ekkert fyrir alla. Hvað mennur? Ferðið einhvern veginn? Það er bara að læta þess að ég sé að fara inn á klósetta mig og reyku við. Já, bara það er ekki flókið, sko. Það er líka góð leið þessi ofta að fara út í Chico. Þú ert ekki fyrir að reyka. Sko, Steindi svo hissa bara, hvernig gerur það? Vá, hvernig felur það? Bara lappar hans frá. Ok, og síðan spurningin. Hefur lendið í sama og Ríkar Óskar Guðnason, dagskrárstjóri F957 lendi og verið gómaður í hristing af konunni? Ykkur rugli heima. Nei, ég verð að segja nei. Og skipt mjög hrætt yfir á gólfstöðu. Hefur lendið því? Þetta er bara Ég setja á lag hér fyrir Ríkar og ég horfi aldrei á gólfa. Máni pakkaði saman, hann er king of marriage. Ég syngja Forstuð the People og hann er ennþá hérna hjá okkur, hann Þorkell Máni. Stekkurinn í dag. Stekkjadrenginn og við viljum ekki alveg hleypa honum strax út því að þetta er hraðaspurningar, Máni. Og já, það eru svona, jú, þetta er svo svipað oft, það eru kannski ein og einn sem fekk að laumast inn þar sem það nú hefur verið að stekja þig. Ertu tilbúinn? Þekkjurðu reglur? Hreinsa hugan. Já, það hreinsa hugan alveg. Og bara svara það fyrsta sem þetta eftir í hug. Ok, ertu tilbúinn? Uppáhaldsmatur? Nautastek. Besta bíómynd allra tíma? Guardian of the Galaxy. Hvað kosti í síðustu kosningum? Vinstri græna. Hvenær varstu síðast graður? Bara í gær. Hvað drekkur á djamminu? Alkaline. Af hverju hættir að drekka áfengi? Og þegar ég var bara að misnota það og var hún eitthvað tunglindur á því, sko. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Uppáhalds sjónvarpsþættir? Hvað maður segja þessi uppáhalds sjónvarpsþættir? Herri, ég var að horfa á Happy á Netflix. Það er fucking gott TV, ég mæli með þig. Það er mjög gott. Hvenær fórstu síðast í sleik? Gær. Móðalið ástfangirinn það rétt fyrir brúkum. Uppáhaldslið í enska? Leeds United. En í úrvalsdeildina sem aðalliðin spila? Þá var ég að segja, þú veist, ég er náttúrulega mótmálið þessu með aðalliðin, en þá var ég að segja Arsenal, það sé síni mínir Arsenal menn. Hvort myndir freka sofa hjá rollu og enginn kemst að því, eða ekki sofa hjá rollu og allir halda á það að gesta? Verður hinskri? Ég var að taka þetta fyrir það, sko, það er auðvitað betra að sofa hjá rollu. Allir hinskri, líka fíla. Hefur þú hort á klám? Já. Hvað kveikir þér kynferðislega? Það veit ég ekki. Það er bara kona mín. Fallegasta kona heims fyrir utan maka og mömmu þína? Fyrir utan maka og mömmu mína? Það er leiðilustu svörin, sko. Já, það er hérna, hún Vala tengdamáður mín, Cappuccino. FM 957 er frábær útastáttur fyrir utan þetta hraðaspurninga-kjaftaði. Ég sagði FM 957. FM 957? Já. Það er útastöð, mikið skrítið fólk og... Getur ekki rósa henni. En það er mjög gott fólk hérna að vinna. FM fólkið er mjög gott fólk og þetta er skemmtilegt fólk en músíkin er undantekningarlaust viðbjóður. Hvað fyrir mest í töðadræðir? Það fyrir mest í, ég verð að segja bara P.S. Mansson fólkið. Síðasta spurningin kemur frá, já, Gilsaránum, verður doggi á brúðkaupsnóttinni? Ég myndi telja það mjög líklegt. Þetta var Þorkell Máni, stekkur dagsins. Bæti hvað þú ert veikur. Þetta er frænkaði. Þetta er frænkaði. Við höldum hér áfram eftir smá stund. Gangið vel með brúðkaupið, Máni. Og við sjáumst í veislinni. Já, sjáumst á miðvikudag. Hádegisverðarpottur FM 957 og Nings. Þú skráir þig og þinn vinnustað eða vinnahóp á fm957.is og þú getur unnið gómsætan hádegismat á Nings. Vala Eiríks dregur svo potturum góða alla fimmtudaga. FM 957 og Nings með þér í hádeginu. Komdu í dans og jóga hjartastöðina. Það geta allir dansað. Nýtt byrjandanámskeið í samkvæmisdönsum fyrir hjón og pör hefst 8. maí. Kíkt á dansogyoga.is. Dans og jóga hjartastöðin. Skútuvogi 13A. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Hjólatúrar, blóm og bí, bikini og sólarfrí.
Komdu á sumardaga í Smáralind með sólríkri gleði stemningu og sumartilboðum fram á sunnudag. Skoðaðu tilboðin og dagskrána á smáralind.is. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. 5 staðir. Takið vel á móti sölufólki blátt áfram dagana 28. apríl til 8. maí. Vertu verndari. Kauftu ljósið. Stjórnin, þessi eina sanna. Í Hvíta húsinu á Selfossi á laugardagskvöldið. Sjáumst á Selfossi. Stjórnin. Eitt fullkomnasta leysertæki í heimi í Smáratífóli í Smáralind. Pantaðu núna fyrir hópinn þinn á bókanir@smarativoli.is. Smáratífóli og Pepsi koma þínum hóp saman. Í fyrsta skiptið á Íslandi, farsímalega. Kynnt við málið í verslurum Símans eða á viss.is. Viss farsímalega. Bauhaus fagnar 6 ára afmæli sínum helgina og af því tilefni verður enn til afmælisháttíðar með ótrúlegum tilboðum og skemmtilegum uppákomum. Bauhaus, gæði, gott verð og góðar stundir. 5 staðir. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Falleg og vönduð barnaföt á stráka og stelpur frá 0 til 12 ára. Pólarinn og Pírett, Kringlunni. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fikus. We're just friends, so don't go. Hvað finnst þér með þetta lag? Mér finnst það allt í lagi við einhverjum svona vissri stemningu eitthvað. Ég veit það ekki. En þeir eru að hlusta FM 95 blöð, Þorkell Máni, stegurinn í farinn, við þökkum honum kærlega fyrir komuna. Já, og óskum honum til hamingju. Já, og allsins besta bara í hjónabandinu. En það er hins vegar komin tími á dagskrálið sem að hefur ekki verið, en ég allavega ekki þegar ég verið. Hvað er langt sena þessi dagskrálið var og okkur er hann komin aftur? Já, hann var nú reynda þegar við leistum það um daginn. Já, ég frétti hann alveg, þegar Rikki var í staðan fyrir mig, þá voru það. Já, sko, að langt síðan þú hefur verið, þið báðir og þessi liður, málið er, spurt og svarað. Þegar ég skelli mér í Smáralind, þá fæ ég hostile fans á mig. Nei. Fólk sem svona rífur í mig. Nei, ég hef oft klappað með þér í Smáralind. Af hverju þú hættur að spurt og svara þig ekki? Já, helviti. Og þú er svona reitt fólk. Já, sem ræðist bara á þig. Út af því að þetta er, ef við tölum hrein íslensku, líklega virtasti dagsskóliðin okkar frá upphafi. Líklega, með þessi og... Býttu þess að ekki að spurningakeppnin var virtasti dagskrálið? Þessi tvei saman, við skellum þessu tveimur saman í einn lið, þá er það virtast eða ekki? Nei, það er alls ekki. Ég held að það sé ekki einn dagskrálið í þætti sem er virtur en já. Og styrla staðarindir. En ég hef verið að fá 2 spurningar, það síðast í fljótu bræða sem við báður á Steinþór. Ég var ekki alveg svona líkja meilum. Ég held þetta átt að vera mig og þetta. Já, ég veit ekki alveg, þetta er svona... Þetta er eitthvað óljóst, en ég er best að lesa bara. Ég fór e-mail. Því fyrst sem þetta er búið, því betra segja. Já, út af því. Sko, en málið er, passið ykkur einu. Sko, eins og dag ég var Richard inna. Þú veist, hann leysti ekkert vandamáli fyrir hlustandan. Skil, ástæður að fólk sendir mail, það er eitthvað vesen. Hann reynir svolítið. Það er ekki einn hlustandi núna hérna á Íslandi sem heldur að einhverja sendið inn. Reyna að leysa verkefni. Ég menna, maður veit aldrei. Frá hverjum er þetta fyrsta bréf? Ángantýr heitir fyrsti. Ángantýr? Ángantýr? Það er ekki algengt. Óalgengt það. Ekki mér að kenna heitir Ángantýr. Það er ekki að kenna þér um það. Það er ekki að grafa hann bara upp. Það er svona eini á landinu. Þetta eru 2 spurningar. Er hann með báðar? Já, sko, nei. Sérna Sigurvinn með hitt. Mákast að semja þetta á staðnum. Svo var Sigurvinn. Nei, ég veit að opna annað mail og pressa mér. Þetta segir, Ángantýr segir, sælt ekki. Sælt ekki, já. Komið það aftur? Já, hann raukstiður, hann segir, ég teki eftir að undanfærið á einstöðinu að komin hörku þykkt í þið aftur. Jésús. Okkur er leifið við. Það er eins og þetta. Ég get slögt á þess. Ég er með takk. Það er eins og þessi dagskrálið hafi aldrei farið. Nei. Mér líður eins og hann hafi verið núna síðustu alla vikunar. Hann er búin að segja það rosa þykkt í honum. Og hann segir, I like that. Þess vegna byrja ég þetta bréf á að segja sæll þykki. Þannig að hann raukstuður þetta, Ángantýr. Frábært í Ángantýr. Ég er 13 ára drengur sem ég má Siglufirði. Ég er í geggjuðu vesinni. Það má ekki vera með drykki og flöskur í sundlauginni hérna. Það er stráklega bannað. Ég veit ekki hvernig ég á að leysa það. Mér langar nefnilega að geggja mikið að vera bóður eins og Steindi var í sundlaugapartíinu í Vegas.
Kynlífsför, fáið Segir, mér langar að vera kóngurinn en ég vil ekki brjóta lög. En byrju, þetta ætti nú að vera okkur báða líka. Þetta er svolítið djún. Síðan segir hann, getur þú hlera Stóni fyrir mig? Hvað er Angantýr? Já, Hann segir Stóni. Já, hann kallar hann mig, já. Já, sko, En byrju, hver er spurningin? Já, sko, hann langar að vera baller og kóngur, en það er ekki bannað að fara með sérst flöskur og... Hann er alltaf, sko, hann er 13 ára, þannig að ég ætla nú ekki að... Hann er ekki að tala um áfengi, hann er að tala um að vera með flösku í... Bara taka Pepsi eða norkudrykk eða eitthvað. Já, ok, ég, hefði rosalega erfitt að svara Angantýr, sko, ég verði að viðkynna. Það að tala um að hún langar bara að fara í sund. Hún langar að vera baller, skilur, hún langar að vera basically með flöskuborð í sundi. Hann er 13 ára. Hann er á Siglufirði. En er þetta samálega, er ekki gott svar á Angantýr? Ég meina, þetta er lítil bær, þú þekki pottið gæðin stjórn á sundlöginni, getur ekki laumað einu 5 ára, gamli. Nei, verður bara með plastborð og plastflösku, það er ekki flóki. Já, ég meina, vera með uppblásinn sófa og... Sér hann er að tala í lausnum. Hann er bara með Pepsi Max og eitthvað. Hann er bara svona eins og vindsæng, hafi ekki séð svona eins og vindsæng, það getur kiftið svona sófa, þá getur hann flotið verið með... Og verið baller. Já, verið bara með eitthvað svala eða... Það er kannski ekki DJ eins og ykkarparti, en ég minna... Næsta spurning. Það er tónlist í hátulunum. Já, sko málega það. Við vissum ekkert að því að það væri eitthvað partí. Við löpum bara allir að fara í laugina og allir voru mættir eitthvað reysa partí. Við vissum ekki. Það var gaman, ekki? Það var spurning 2. Og þú voru að hætta að tala um þetta partí. Aldrei aftur. Aldrei. Það var svolítið eins og við værum svona nett niðaldra þetta með eitthvað spring break. Fannst ég? Já, kannski það afstæða fyrir því að... Hey, when in Vegas. Manneskjan fyrir, já, svona... Ef ég leiti kringum mig, þá... Nei, fólki sem var nú við hliðin okkur í básónum var nú á svipiðum aldra við. Það var 22 ára gammalt. Nei, ekki vera að ljúga hlustu. Ég sá að vera menna skemmt fyrir konu, þessu húgi með hann, og ég aldrei sé að glaðan húgi með hann. Herru, næsta. Spurningum með 2. Sæll vöðvingi. Þessi kallaði vöðvingi, ekki þykki. Og hann segir hérna, ég vil bara segja að mér finnst þú að vera með geggjaða vöðva. Þeir eru ótrúlega geggjaðir. Ótrúlega geggjaðir, já. Ég les, þessi fólk sendir Gagnrýndu Sigurvin Ekki mig. Nei, ég var ekki að gagnrýna þig. Lífið mitt er ónýtt þessa dagana og lífsviljin er basically farin. Ég þarf vægast sagt á aðstoð að halda. Þetta byrjar ekki vel, þessi ekki þarf lausn. Já, það hljómar illa. Ég er heima á Patró. Bara svo veitur ég ít á grænatakana eða eitthvað sköllótt grín. Patró? Erum við að tala um að... Það er bara lesspenninguna. Patricksvili. Já, þetta eru dreifbýlismenn. Sko, leysum, ég er ekki hugmyndu hvað sköllótt gæði að senda þetta ekki, sko. Leysum vantilega vandamáli fyrir hann. Hann segir, ég er heima á Patró, hér er árleg keppni í menntaskólanum sem heitir Patróboltinn. Það er keppni í körfubolti hérna innanhús milli árganga. Okkar árgangur er með efnilegasta árgangin í sögu skólans. Það er eitt rassandlit í árganginu fyrir neðan sem er helviti góður. Þetta er Brynjólfur. Annars erum við klárlega með betra liðið. Ég er búinn að kveikja. Nei, við klárum spurninguna. Við erum í úrslitaleiknum og erum með öll tök á leiknum, nokkra mínútur eftir. Við verðum á kokki í lokin, slökum að sá og þetta voru jafn leikur. 2 sekúndur eftir. Ég er að dekka Brynjólf. Já, til að gera langa sögu stutta, hann skeinir mér, setur bösser í andlitið á mér, við farum alla skólan. Reif svo úr ofan, hljópa stúkunni, má tolleraður og hiltur. Það var líklega ekki tekið fyrir hann að gera það upp á sig eftir þetta moment. Líf mitt er, vægast sagt, in the shitter eftir þetta. Það er svo ekki að hjálpa með neitt í þessu að vera þokkabátt sköllóttur. Getur þú spurt poop fyrir mig? Getur þú spurt poop fyrir mig hvernig hann hefur höndlað lífi eftir að King Brynjar skellti bösur í andlitu og honum daginn og pakkaði honum saman? Hvað skrifa ég að taka? Kærkvæðja Sigurvin Ragnar. Í fyrsta lagi þetta var að þreytja með bössurinn. Í öðru lagi það var ekki eins og ég verið að dekka Brynjar. Það var þetta og geggjum vörðin hjá Pétri. Það var ekki hægt að dekka hann Pétri. Hvern heldur að Brynjar að setja hvernig að Brynjar að setja sokki í hana? Kongin á Sauðárkróki. Ætti að vera stytta þér. Ætti að vera stytta þér. Og byrju hvað á ég að segja við hann? Já bara hvernig leysir hann það? Þú höfuð hátt eftir þetta moment. Hvað er gert? Þú veist það, þú ert svo Það er ekki að svara. Já, bara halda áfram með lífið, hvað heit hann? Svein Brynjar, nei hvað heit þessi Sigurvin Ragnar. Sigurvin Aldrei heim, sonur okkar geggjaðu lag, sveimi þá bara sennilega mitt uppáhalds í dag, Aldrei heim Steindi, hann hoppaði eitthvað fram, ekki að fá hann út að reykja hann hættu því, ég er reyndar að gefa Steindi það, ég er stoltur á hann með það, hann er búin að hætta að reykja núna. Hann veipar bara. Já, hann veipar reyndar non-stop. Já, hann er stíð að skrefi rétt átt. Já, en sko ég sé hann aldrei nema sé með veipið upp í sér. Hann alltaf veipar ekki núna inn í andlitið á manni, hann fyrir að fara fram. Já, og svo líka svo þægilegt að skemmta saman og svona, hann þurfi ekki alltaf að hoppa út í rettur eftir ára fyrir upp á sviði, sko.
Og síðan líka fann að pæla í gimminu og svona, og þetta er nýst Steinþór. Já, ég ánægð með hann nýja Steinda. En fyrst að hann ekki hérna og... Já, hvað kemur hann ekkert það? Jú, ég veit ekki hvað hann en við erum á bæði á leiðinni í, hver líklegastur og svo ég með sturlaðar handekur. Við erum spáðið að nýta bara hérna smá tíma. Hef ég einhvern mann hent þér í hraðaspurningar? Ég veit ekki, ég hef engan á að fara það. Það er mjög óþægilegt og það er erfitt. Það er að henda mig það núna. Já, fyrst ég með þér fram. Já, ekki alltaf að fá heads up. Nei, bara tæmdu hugan. Ok. Þú ert ekki lengi að því að tæma hugan. Nei, hann er tómur. Manstu, við vorum eins og alltaf bara 2 á föstudöfum. Skrítið að vera bara 2 núna. Alltaf félagum 2 hérna, og mjög kósi. Við höfum ekki verið með Arna Gunnlaugs hodni lengi. Hvað hendur ekki það? Miljón sögur til að Gunnar Láksson. Ég ætla að taka þetta tilbúin. Ná, öskilið sko. Já, 1, 2 og uppáhaldsmatur. Nautasteik. Besta bíómynd allan tíma. Tango and Cash. Hvernig varstu síðast græður? Áðan. Hvað er akkur? Hvað er í þessu? Hvað er akkur á tjáminu? Bjór, raukt eða vodka Red Bull. Hvað er akkur helst? Á tjáminu, því ég er bara á biffanum með það. Já, hún fyrir út á biffanum. Hverfis. Ertu með krökkunum bara á biffanum? Nei, ok, vodka Red Bull því ég þar, en heima raukt. Ok, upp á sjónastættir. Full time? Já. 2.5 minn. 2.5? Veistu hvað það fyndið? Er það uppáhaldsþættinir allar tíma? Ég ætla að velja einhverja þætti, full time. Já, veistu hvað það fyndið það? Uppáhalds í ensku, ég veit náttúrulega United. Hvort myndur þú freka sofa á rollu og engin frétti eða ekki gera það og allir halda á að gera það? Ég ætla að sleppa að sofa á rollu og taka skellin. Og ætla að taka skellin? Já. Já, og hún tekið skellaði. Hefur þú horft á, nei, hvað kveikir í þér kynferðislega? Guðminn almáttu, þetta er spurning. Hvernig maður svara þessu, án gríns? Hvernig maður svara þessu? Ég veit ekki. Hvað kveikir í þig kynferðislega? Ég veit ekkert hvað kveikir í þér, hvað gerir það? Hvernig þú svara þessu? Það myndi, ég veit ekki. Bara... Það er ekki verið að spyrja mig. Gott spjall. Þetta er mestur rossarskiptur sem ég heirt gott spjall. Það er ok. Hvað ég segja, rass? Fallegasta kona heims fyrir utan maka og mömmuðina. Rihanna. FN957 er bestastu í heimi. Hvað fyrir mest í töðunar? Fólk kann ekki keira. Fólk kann ekki keira. Herru, þetta var hraðaspurningar. Herru, hann er nú Steindi, velkomin aftur. Rassandlit, þú mætti ekki enn tíma og með hendi hraðaspurningar en ég fekk ekki undirbúið mig. Aha. Herru, eru þið tilbúin með hverju líklastu? Þið ætlum í auglýsingar og svo þurfum við að hendi það. Við erum klárir. Okay. Nýjasti partileikurinn er þannig að þú vinnur þegar þú tapar. Eða tapar þegar þú vinnur. Það er bara smekksatriði. Nýju Doritos Roulette. Þar sem sumar flögur eru svo miklu heitari en aðrar. Argviðburði kynna. Laugardagskvöldið 12. maí. Valsheimilið. Loksins. Alvöru 90s party. 2 Unlimited. CNC Music Factory. Corona. Tryggðu þið mið á tix.is í skemmtilegasta partí ásins. Bauhaus fagnar 6 ára afmæli sínum helgina og af því tilefni verður enn til afmælisháttíðar með ótrúlegum tilboðum og skemmtilegum uppákomum. Bauhaus, gæði, gott verð og góðar stundir. Stjórnin, þessi eina sanna í Hvíta húsinu á Selfossi á laugardagskvöldi. Sjáumst á Selfossi. Stjórnin. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Það er kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Hæ, Valdimar hér. En ég og Örn Eldjátt ætlum að spila á Peroni tónleikaru Hverfisbarsins núna á föstudaginn. Tónleikarnir byrja klokkan 10:30, það er 2 fyrir 1 á Peroni meðan á tónleikanum stendur og frýttinn meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Eldsmiðjan, Suðurlandsbraut. Úrval af rafhlöðum. Gloway, Ármúla 19. Vitamix blandarar eiga sér enga jafningja. Vilja alla klaka ávexti og grænmeti. Blandaðu með Vitamix. Kælitækni.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Ég ætla að skemmta mér sem nákvæmlega sama að ég ætla að gera í kvöld. Ég ætla að skemmta mér í kvöld.
Það svoleiðis. Já, ætla að fara á Sushi Social að borða og svo fara að sjá Mið Ísland klukkan 11:30. Skell okkur að Mið Ísland. Þetta getur verið fínasta kvöld. Herru, það er shoutout, ég var að fá snapp frá King Ívari Guðmunds. Hann er að hlusta í Amsterdam. Hann fyrir til útlanda, það er samt að hlusta. Já, ætla að sé að fá sér hérna funny þar eða, ég veit það ekki. Hvað var hann að senda mynda sér það? Ívar? Nei, ég hef ekki fengið mynd. Ég myndi ekki gagnrýna fyrir það. Nei. Löglegt er hann, ég held að Ívar sé ekki típan. Nei. En það er hins vegar komið tími á dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir og já, það er ein sem er Horse manure. Já, ekki sönn. Já, það er eitt hrossaskítur að inni. Já, það eru 4 sturlaðar og ein sem er hrossaskítur og það er í ykkar höndu kæru hlustendur og ykkar drengir að komast að því hvað af þessi kjaftaði. Ég ætla að komast að því í dag. Ok, fyrsta sturlaðarstaðurinn dagsins. Michael Jordan tippaði eins og gengilbeinu $5 í Vegas og Wayne Gretzky sem er talin besti íshockey spilari allra tíma tók $100 að tippa af honum, hendi hann og sagði svona tippar í Vegas, Michael. $5? Var Michael Jordan það nýskur, hann leta hann $5? $5 en Wayne Gretzky tók $100 af borðun hans eins og ég hef stundu gert við ykkur þegar mér gengur ítli blackjack að væði stundu lána hjá okkur en hann hendi $100 á bakkan hjá henni. $100 er samt lítið og Wayne Gretzky og Michael Jordan. Nei, 10 skall. Já. Máli er að sko, ég er hlungur Mósbæ og þegar við vorum í Vegas $5 og það kom einhver með drikki, svo pantaðir, þá lest hann fá, þú tókst bara svona alltaf 5, já, þú tókst bara eitthvað svona borður og lest fá, skilur, eitthvað starf í kringu það. Alltaf Jordan sem nýsk. Michael Jordan, $5? Það sem ég veist mest skrítið við þetta var hann á borðið þessi voru $5 chips var hann á low stakes borðið? Nei, þegar, sko Michael Jordan og Wayne Gretzky. Ég hefði haldið að væri að minnsti chipsin væri $5, sko, ekki $5. Ég ætla að gíska á sko strákar að hann hafi ekkert vita hvað þessi chip var. Það ekki. Næsta spurning, næsta sturlaðarstaðreind. Vatnsberar í NFL-deildinni þjána $6 milljónir á ári. Waterboy. Já. Bara að þú ert vatnsberi í NFL-deildinni þá ertu með 500.000 á mánuði. Já, þú með $500.000 á mánuði, já. Það er nóg til þessum NFL-liðum. Það er bara hannig. Næsta, heimsmeistarakeppnin í Gubbi er haldin á 2 ára fresti og það er mælt í hraða og magni. Heimsmeistarakeppni í Gubbi. Hvar er þetta, sagður? Hversu fljótur að dæla og magnið? Já, hvað þetta kemur hratt út og hvað kemur mikið. Í hvað landi var þetta? Þetta er á 2 ára fresti, ég veit ekki. Þetta er í Japan. Ég veit ekki hvað hún er haldin. Þetta. En er það eitthvað sem maður myndi monta á að vera góður að gubba? Ég meina, já, algjörlega, ef þú ert heimsmeistari í einhverju, þá montar það á því. Og segjum að þú verður heimsmeistari í þessu. Já. Hundi seniorinn og mammaðin bara, herru, já, þetta er hann Steinþór hérna, hann nýjórðin heimsmeistari í Gubbi. Ok, ég veit ekki að þau er ekki droslega stolt að því. Nei. En ég væri heimsmeistari. Já, ég væri heimsmeistari, ég væri með byggar, sennilega einhver byggar af einhverju manni að æla, sko. Ég kefti í þessu, ég kefti í öllu. Ég kefti í öllu, já. Hljómar sem horse manure. Það voru 2 spurningar sem hljómar sem horse manure. Þetta er ekki horse manure, nei. Þú getur keypt þér geimverutryggingu í Bandaríkjunum. Ef að geimvera skildi ræna þér eða slasa þig þá ertu tryggður fyrir því. Það getur náttúrulega... Þetta er hvað snillingu bjóðvættir. Svo gæði sem á það tryggingafélag er að billionaire í dag. Annarkvæð trúður í Bandaríkjunum. Ég ætla að tryggja mig þetta. Ef ég skildi vera rændur að geimverum þá er ég alltaf tryggður eða fjölskyldan er tryggð. Það var ekki eitthvað tryggingatrúður í Íslandi að tryggja Íslendinga fyrir þessu. Það myndi ekki kaupa. Ég myndi kaupa það. Já, þú myndi kaupa, en það kaupir pottasett á 700. Ég meina, hversu margir týnast í Bandaríkjunum? Er ekki fjölskyldan að banka upp á þessu tryggingafélagi bara allan daginn og segja geimveru að tryggja hann? Það er þetta góða punktur. Nei, hann finnst ekki, hann er ekki hérna, af því að geimveru tók hann. Hvernig getur þú sannfært tryggingafélagi að þetta er góða punktur? Ég meina, þú veist, hvað ætla þeir að gera? Hei, sýndu við mynd. Hún var stólega geimverum í gær. Hún var stólega geimveru. Þú þyrftir að lega vídeo eða mynd. Já, það er alltaf bara lilla heimskulasta sem ég heist. Þetta hlýtur að vera horsemanir. Hvað röggl er þetta? Þá er það síðasta, höfrungar geta að tala við hvern annan í síma og vita við hvernig þeir eru að tala. Í síma? Í síma? Með höfrungi einu síma og höfrungi öðru síma og þeir geta að tala saman og þeir vita við hvernig þeir eru að tala ef þeir þekkja hann fyrir. Hvernig halda þær á símanum? Það heldur væntanlega einhver aðan fyrir það. Vasseldur sími? Á honum fyrir þá. Þetta er vasseldur sími þá að? Já, væntanlega. Þetta er hljómar sem þetta kjæftaði þessu Já, mér finnst það allt kjæftaði. Men ok, Michael Jordan var að tippa þarna $5. Ég held að það gæti alveg vel, sko, ég hef bara lesið vonda frétt. Málega, það tala allir Michael Jordan sem skíthæll, sko. Nei, það. Því miður. Best íþróttum er allar tíma. Ég veit það og ég var mjög leiður því að heyra það, en það tala allir hann sem leiðilegst gæi heimi, sko. Sko, ok, en mér finnst hljóma þetta megasens. Ef þú myndir kippa upp höfrung bara í nokkar sekundur og rétt hún síma, þá myndi hann þekkja félagi sinns verið öðru síma, þannig að það megar alveg sens. Það megar sens fyrir þig? Já, megar sens, já. Þeir eru mjög gáðaðir höfrungarnir. Já. Ég held mér þess að, ég hef hugsað þetta. Ég held að það sé gaman að vera höfrungur.
Þangar til ekki með háhætningur í þetta, það ekki gaman. Já, bara alveg eins og þú ert gaman ára manneski, þangar til einhver kemur og skítuð í hausinn. Rennur að renna yfir highlights. Michael Jordan tipsaði gengilbeinu $5, Wayne Gretzky tók hann og sagði, herruðu svona tippar í Vegas og leta hann af 100, Vassbyrjar í NFL þérna 6 milljónur ári, heimsmeistarkeppnin í Gubbi haldin á 2 ára fresti, þú getur keypt þér geimverutryggingu í Bandaríkjunum og höfrunga geta að tala við hvern annan í síma og vita við hvernig að tala. Hvað af þessu rugl? Ég held að þetta sé Gubbi eða Jordan. Ég ætla að segja Jordan. Þú ætlar að segja, en byrju, þú varst á hann að segja að hann væri svo leiðileg og þú trúið. Já, en þetta hlýtur að vera. Eina sem skrítið og að Jordan, körfuboltagæi, að gambla með einhverjum pretty white boy úr hockey. Það strax weird. Besti íþróttamaður. Og síðan þetta $5 chips. Sko, þú gamblar ekki með $5 chips, þú og hockeymenn. Þið eru saman á okkur blattjaborði. The Lions. Ég vil aldrei segja $5 chips á borðið. Jó, ertu eitthvað rugglaður? Ekki vera að ljúga. Þeir eru medium steaks náungar. Þeir verða ekki ódýrasta borðið. Já, ef það er opið. Alltaf. Þú fer á $20 minimum. Nei, ég reyna frá 15. Hvað var hrossaskítur? Hvað ætlaði að segja? Þú segir Jordan, hvað segir þú? Að Jordan að vera ávæðin í Vegas með Wayne Gretzky og til sér $5 borð. Þú segir það sé hrossaskíturinn líka? Ég segi þetta Gubbið. Það er Gubbið rétt. Egil vann mig enn eina ferðina. Egil, þetta lag ferðu að þú vannst. Wow! Þetta er Basshunter og þetta kom einhverjum í gýrin. Alltaf Agli. Jónas! Jónas. Egil sem var að vinna hér, já, stjórnlega staðarindir að hrossaskítur. Kláraði það á loka sekundu. Og það var Jónas vinnu minn. Ég var að fá SMS, það er ég með risa upplýsingar svona risa tilkynningu. Írafár er komið á Instagram og þú voru að biðja að láta fólk vita. Hljómsveitin Írafár er komin á Instagram. Þannig að við þurfum hendi follow þar, að fara inn á Instagramið og followa Írafár. Team Birgitta. Verður að rótera þá hérna Instanu á milli sín eða? Já, ég menn örgulega bara eins og þegar við erum F95 blöð snappi. Já, góð punktur. Ég er búin að finna þau, ég er búin að gera í að bögum. Vel gert. Til lukku með það. Írafár, þú voru að fá að frá Vöðingjan. Já, það er sem var að gerast. En, herru, ég verð að spyrja ykkur úti. Það er loka þátturinn af Allir geta dansað. Já, það er gott TV. Ég er huge fan. Við erum límtrum að sjónvarpið heima á sunnudagskvöldum. Og þau sem eru komið í úrslit eru Arda Grant, Jóhanna Guðrún og hérna Besti Pálsson. Já, þeir eru 4 pör. Þetta er Bergþór og Hanna, Jóhanna Guðrún og Maxím, Ebba Guðni og Havi og Grantarinn og Lilja. Sko málið er... Hver er að fara að vinna þetta? Ok, nú er ég ekki bara að missa sekundu. Og ég, nú er að velta þau fyrir mér. Hvort velunar fólk í lokaþættinum? Einhvern sem er búin að vera geggjar að dansa allan tíman og er bara natural. Eða velunaru, styrðan skýrhaus, aldrei dansað á ævinni, hendist út djúpulögina og sýnir mestu framfæri sem ég á ævinni séð milli þátta. Fyrir mér, þó að sé kannski fólk að dansa aðeins með smúð hreyfingar en Grantarinn, ég aldrei séð aðeins framfærir og þjóðina á veluna framfærir og hard work. Ég segi allir skýrhausar landsins takja upp síman og kjósi Arda Grant. Þannig þú vilt meina þessi annarkort bara Arda Grant eða Jóhanna Guðrún? Nei, málega ekkert allir unnið. Bergþór ekkert og Hanna Rún ekkert unnið? Jó, þau eru geggið sko. Hanna Rún frábærdansari og Bergþór líka. Ég held að sé ekki að brosaði mikið. Nei, það er alltaf eins og sé auglýsa bara hérna svona Colgate-tankan. Já, hann er svona hann er svona veit ekki alveg að því hann sé að dansa í svona. Hann minnir við stundum á Ross í Friends, munið ekki vera Ross og með allt á stóra hvíta tennur. Og síðan líka sko eins og Jóhanna Guðrún, hún sé bara leiðin á svið sko, hún getur bara keppt í fitness núna bara í næstu viku. Og en þess að ég er málega öll þessi pöri að skilja að vera í top 4 en þú veist hvað er fjórðaparið? Fellow Skýrhaus, Ebba Guðni og Havi. Já, auðvitað. Ebba var standið frábælega. Ég er náttúrulega málega það, sko, Havi er líka geggjað sko. En málega er, ég minna, ef við myndum stöðla þetta, ég minna væntalega favorite myndi segja Jóhanna Guðrún og Maxi, þau hefur verið bara geggjur á fyrsta þætti. Það sem ég er hrósa fyrir sko er þessar ótrúlegu framfærir hjá Grantarunum. Hann er farin að taka ykkur á snúninga og mjaðmarhefingar og kasta inn upp ykkur ég hef aldrei séð svona. Og þetta er skýrhaus. Þannig að ég er að alltaf kalla alla skýrhaus að núti að ríða síman á sundaginn og... Skýrhaus eitthvað að fýtna orðið við sterahaus núna? Já, mér heyrist þessi svona betri svona þægilega að nafna á þetta. En það geta allir unnið þetta. Það geta allir unnið. Það þessum 4 pörum. Já, það er lokaþátturinn á sunnudaginn. Ég ætla líka að fá að nýta tækifærið talandi um Stöð 2 að minna á Satt eða Logi sem er í kvöld, annars og af á fleiri snillingar, þannig að það verður mjög skemmtileg þáttur.
Er Richard í kvöld, eða? Nei, Rikki er ekki í kvöld, en hann stutti Rikka, Rikki bara á kostum, sko. Skeit hann ekki vel í sig, eða? Það var eindir eitt sem er svo fyndið að ég veina á hlátri að því ég vissi hann var að ljúga. Hann skeita þess að ekki? Nei, hann skeit ekki, en þið þurfa að sjá þáttinn bara þræðir. Þannig að það satt og logi í kvöld og svo takið við, allir geta dansað á sunnudaginn. Drengir, hvernig helgin? Hún góð, við erum að fara að henda okkur með Íslandi í kvöld, mjög spenntur fyrir því. Ég var eftir að sjá sjóið. Ásáttíð hérna hjá kompaníinu á morgun, það verður algjör veisla. Þetta er station helgin. Það rennir ekki af ykkur félagum helgina. Nei. Þetta verður erfiður sunnudagur. Já, ég hugsa nú samt strákar, ég ætla að vera bara svona tveggja maður á morgun, sko. Við náttúrulega erum veislustur af ölgerðin á morgun, þannig að við getum ekki fara alveg all in í kvöld. Já, ég get bara ekki tekið 2 dagar öll líka. Ég er bara, ég næði ekki. Eftir veislustur ölgerinni, þá sippið ykkur yfir og verður ofurölu. Ég var að tala um Richard áður, hann hleypir hellis klukkan 4 á morgunindíkunni, það endar sko. Þá hann ekkert eftir að muna eftir okkur á minna. Einu gallin er að Sigrún er að vinna í Allir geta dansa, en ég þarf að vakna sharp 7:30 á sunnudag. Hvað segir Sigrún? Nú vinnur hún hana, hún alla sunnudag með. Hver er hún segið að segja favorite að loka þessu? Ég hef reyndar ekki talað við hana, en hún hún dýrkar þetta lið sko. Hún dýrkar þetta lið, ég veit ekki. Ef ég ætti að gíska, þá myndi ég gíska á Grandarinn eða Jónungurni. Það er bara mitt kallmat. Veitu hvernig ég vil sjá í næstu seríu? Já. Rikka G. Það er ekki að dansa? Já. Hann er samt meira svona sitjandi á barnum sofandi með hausinn í barnum. Hann er ekki mikið á gólfinu. Þetta var FNÍ fyrir blöð þennan föstudag. Við verðum mættir hér aftur eftir nákvæmlega vikum. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Góða helgi, elsku hlustendur, við dýrkum ykkur. Heyrumst þetta við.